Jæja, strákar, góða kvöldið. Góða kvöldið. Velkominir í settið. Takk. Þriðjudagskvöld. Ég svona í hálfgerði andakt, sko. Ég bara svo glaður að vera komin hingað. Það ekki? Já, gríðarlega professional hérna með þetta. Hérna, er ekki málið að vera bara alltaf í beinni á næsta ári, eða? Jú, það er alveg skoða það. Það er svona einhvern veginn svona spennandi. Já. Mér alveg sama hvað eru margir að horfa núna og margir bara einhvern tímann að hlusta á morgun. Það hefur ekki alltaf vel verið beinni í vindur, sko. Það er alveg nokkur moment sem að Já, það er rétt. Það er rétt, Hrafn kannast þið það. Ég hef eitthvað aðeins tekið þátt í því óbeint. Hérna, sko, við ætlum að vera með smá svona stöðutjekka og bara, það er svo mikið búið að gerast að ég hugsaði með mér. Það er alltaf mikið að mæta eitthvað í, september og ætla bara eitthvað að fara yfir allt. Það er svona mikið búið að gerast. Já. Þannig að og mér var líka bara svo gaman síðast þegar við vorum hérna við þetta borð. Það var ekki Braga kom og eitthvað. Að mér langaði að gera það aftur. Já, það var mjög gaman. Gaman að fá frá Íslandsmeistararnir svona beint í æð. Já. Beint þunnur að djamminu. Djöfull var hann þunnur. Já, ég heldur að það tekið vel að því nokkra dagana. Já. Klassíst. Það var Íslandsmeistari. Ég hef prófað, Já, þú ert með marga fólkar. Já, það voru alveg nokkrir, sko. Já. Það var það er bara svolítil upplifun að fá að kynnast í að sjá Fannar Ólafsson í Íslandsmeistaradýr, sko. Það var að klára sin síðasta þetta. Já, maður hefur heyrt sögur. Hvað við ætlum ekki að fara yfir fyrstu deildina núna, það verður fyrstu deilda þáttur. En er ekki bara gott að frétta? Þú heldur áfram í Breiðablik, með Breiðablik. Já, við ætlum að halda bara sama þjálfarateimi áfram. Líka Ismael, já, við ætlum að vera svona, ég veit ekki, reyna að vera rosalega faglegir hérna, þriggja manna teimi sem er svona transition á milli elstu yngri flokka og meistaraflokks og reyna svona eitthvað að samræma þetta hjá okkur. Án þess að ætla að kafa í fyrstu deildina, er ekki power rankið akkurat núna svolítið svona Þór Þórðarsson og Akranes að versla eins og þeir séu úrvalsdeildarlið? Og við hinir svona... Og hinir að reyna að búa til lið. Eða reyna svona aðeins að vera í þeirra heimi, sko. Já, þið, Haukar og svona nokkur önnur lið. Já. Einmitt. En það er bara, það er stundum hægt einhvern veginn að verða stærri en summa sinna parta, sko. Mér fannst við til dæmis enda tímabili mjög vel. Það var eiginlega svona, myndi ég segja, utanfrá séð, þá ég veit að þú varst vantilega pirraður að tapa bátarleiknum. Þá held ég að klúbburinn hafi náð bestu lendingunni fjárhagslega og allt það skilur. Það fyrir oddarleik, fá allt út úr þessu, rétt svo tapanum og ekki þurfa að fara í peningabaráttuna í og það hefði verið erfitt, sko. Og allt það skilur. Af því að við hefðum ekki mátt, kvika of mikið frá stefnunni, það hefði verið asnalegt. Þannig að þetta hefði verið mjög flókið í efstu deild, en ég kannski var ekkert endilega að sammála einhverjum sjónarmiðum sem að héldu því fram að við varum eitthvað verr búnir bara þetta mannskap heldur en kannski liðin sem vorum að spila við að fara upp. Mér fannst við bara vera nokkuð flottir, sko. Og í seríunni, svo ég hljóma nú eins og ég sé mjög sár þjálfari, ég var svolítið svona eins og fótboltaþjálfari eftir leik að væli yfir í hvað ég var með mikið XG. Skilur mig, því mér fannst við bara að spila svolítið vel en einhvern veginn bara, þeir voru bara flottir í síðasta leik, bara kjötuðu okkur og kláruðu okkur, sko. Já, ég meina, mér fannst þið bara geggjaðir, sko. En kom mér mikið óvart stímli. Margir sem að tóku stór skref fannst mér og stegu upp, sko. Já. Sko, við ætlum að reyndar að, ég veit ekki hvort að Einar geti sett slideshowið öfugt í gang. Einar, getur þú það? Ég er ekki með eyrunum en ég treysti þér. Mér langaði basically að byrja á liðunum sem að voru að koma upp. Höttur og Sindri. Og það er alveg líka kannski áhugavert, Hrafn, þú varst að spila mótið þessum tveimur liðum í fyrra. Já. Hvernig gekk ykkur á móti Hetti og Sindra? Það er bara, ég er endalaust settur í þá stöðu að vera bitur og sár. En mér fannst okkur gekk vel, við unnum Sindra í báðaleikjunum á tímabilinu. Okay. Við vinnum þá 4 sinnum og þeir vinna okkur 3. Já. Við vorum 10 stöðum yfir bara í byrjun 4. fyrir austan. Já, þeir fóru náttúrulega í playoffs á móti Sindra, já. Já, og spiluðum örgulega besta leik á regular season á móti Hetti heima bara þar til 10 mínútur eftir. Það er svona 12-13 mínútur eftir þegar bæði Sölvi og Óttar fór út af ívillu vandræðum. En svona heilt yfir bara gekk okkur fínt á móti svona, hvað ég segja, þungum liðum, eða svona líkamlega sterkum liðum. Hvað
byrjum bara á því að krefja Sindra. Geturðu sett Sindra fyrir mig upp á skjá, Einar? Sko, þeir eru búnir að sæna Caleb Higgins og það er mjög fyndið. Sýndu mig myndina, Einar, hérna næstu, bara og svo förum við tilbaka af Caleb Higgins. Þeir eru ekki búin að annonsa hennar leikmann en ég er með hennan umboðsmann á Instagram og ég sá bara Þetta er nefnilega gerist nefnilega nokkuð oft sko. Þú ert bara tilbaka. Vist mig gruna bara að það sé eitthvað svona innra samþyktarferli í gangi hjá Sindra sko. En vist hann er klálega Sorry, ef að þú veist, ég er búin að spurja einhverja á Höfn sko og þeir bara þegar að umboðsmaður lætur þetta á Instagrami þá er þetta pretty official sko. Ég get alveg sagt þér hann er að fara þarna því ég er í svolítið samskiptum við Nebo og ég var hundfúll þegar ég ætlaði að taka þennan, já, ok. Er þetta ekki svona hraður pointari? Já, þetta er leikmaður sem að fór alveg upp í einhver 18 stiga meðaltali leik í fyrstu deildar háskóla fyrir 5 árum síðan. Var sér svo út bara alveg ómögulegan umboðsmann sem er þessi hérna? Nei, reyndar annar ekki svona yfirlýsingaglæðari sem að setja hann í næstefstu deild í Rúmeníu. Hann er alveg hann er að koma það, hann er alveg rétt. Já, og einhvern veginn bara það fjaraði bara einhvern veginn aðeins undan þessum strák en þetta er einmitt mjög líkamlega sterkur leikstjórnandi, gríðarlega snöggur með svona allan pakkan. Ég held að hann geti bara svínvirkað sko. Sko, þeir mega ekki klikka kana ígildi frekar en önnulið sem eru ekki með sterkari íslenskan kjarna en þetta. Já, hann var ekkert spesum að sjá mig fyrra svo sem hjá Sindra að mér fannst sko. Hann var eiginlega bara frekar takmarkaður. Já. En sko, mér skilst að verði enginn af útlendingunum sem var núna. Það verður nýtt sett. Þetta er bara nýtt sett og svo eru þeir með Gísla Hals og Birgir Leó en sko, mér skilst að það sé ekki búið að ganga frá samningum við hvorugan sko. Magnús Dagur er einhvern veginn svona milli Sindra og IR ennþá, ég veit ekki hvort það séu fleiri lið að tala við hann. Síðasta sem ég heyrði var það að Magnús Dagur yrði áfram. Já, svona, við skulum ekkert flækja þetta mjög mikið. Þetta verður Higgins, Gísli Hals, 3 útlendingar og svo Birgir og Elli Bróa og félagar að berjast með þeim sko. Það er náttúrulega mikið leit í gangi líka að vara leikstjóða þetta. Já, en þú veist maður er bara ekkert heyrt af neinum sem að þeir séu í viðræðum við sko. Ekki sem ég hef heyrt sko. Kannski hefur þú heyrt eitthvað meira? Sko, við bara Já, það eru sko, ég held að Höttur og Sindri sé að ræða við saman drengin og ég er bundin ákveðnum þagnareið. Já, ok. Þetta var þar. En það er ekki Múli er áfram í Hetti. Múli er áfram í Hetti. Ég fekk eitthvað veður að því hann hefði mögulega meitt sig eitthvað aftur í bakinu núna á landsliðsæfingum sem að ég veit bara ekki hversu mikið það var. Ein spurning, strákar. Hvernig finnst ykkur þetta fallega design sem að ég vann mikið í bak við okkur? Er þetta vörð? Þetta hvíta vörðskjál sem ég dreitaði nöfnum. Þú varst ekki eins og að vinna með þau spássíðunar allir 4 erlendur ekki í línu við farnir Space-takkin á milli Þetta er eins miðsumar metnaðarlaust og ég hef séð frá sjálfum mér sko. Getur þetta lið haldið sér uppi, strákar? Er þetta ekki alltof sko, lítið að frétta það? Það er eiginlega að horfa á það í stóra samhenginu bara með öllum hinum sko. en eins og staðan er núna þá þau þurfa alveg að ríkinegla öll út í gildin. Hefðirðu ekki haldið Gigliotti? Var hann bara of dýr fyrir það? Sko, er hann ekki full reyndur í efstu deild eða? Já, því hann er alltaf strögglar hann strögglar á boltaskrínuvörn skilur bara frekar illa. Það er svolítið erfitt að fela það í efstu deild. Já, bara það sem maður sá á hann í efstu deild þá var hann svolítið bara leit oft kjánul út, skilur ég held að ég sé ekkert að fara ég held að ég sé ekkert að segja eitthvað frá einhverjum gríðarlegu leyndarmálum núna því að viðkomandi leikmaður er bara komin í annað lið sem við förum yfir í lok þáttar en ég held að á einhverjum tímabúti hafi Gigliotti verið möguleiki af því að það var ákveðið að taka ansi stóran sko skerf af budgetinu og það var gerð mjög heiðarleg tilraun í Dedrick Basile sko. Já, ég hef búin að heyra þetta. Þannig að þessi 4 partar eru væntanlega bara þeir tengjast hver öðrum og núna er komin svona ódýrari
bandarísku leikstjóðandi Já. og þá bara opnast möguleiki á að uppfæra sig eitthvað meira þarna í En sko, nú ætlum við að eyða, ég er að Það er horfa jafn að dýrast staðan. Já, Sko, ég er að horfa á klukkuna og við ætlum að tala svona cirka bát 10 mínútur hvert lið. Þá erum við hérna í 2 klukkutíma. Þannig að við basically getum það ekki, sko. Þá erum við 120 mínútur. En eins og Hrafn sagði, og þetta er óslega leiðilegt að segja þetta, Já. en þetta bara, svo sem hjá öllum liðum, en aðalega hjá þessum falliðum með þessum er komið upp, þá skipta útlíka gíkitinn bara langbæstu máli. Já, en þú veist, Það er ekki flóknara en það sem ég myndi vilja sjá frá Sindra er að ná í, ég veit að þeir eru ekki að fara að ná í Dominika Smilka því hann er að vinna eitthvað í Keflavík og eitthvað svona. Og ég veit að þeir eru ekki að fara að ná í Daniel Mortensen eða eitthvað svona. En þú veist, þeir þurfa samt einn eitt svona sem er prófíl. búinn að vera bara í mörg ár að delivera, ekki endilega Jordan Semple leveli, skiljiði mig, Nei. en bara svona eins og þegar Daniel Mortensen kom í Hauka þegar ég komst upp. Já. Það var allavega búið að negla einn, að hann verður pottet góður, Já. skiljiði. Einn bossmannleikmann Já. sem hefur verið hérna áður Já. og við vitum að er Já. alvöru performance. Einmitt. Og helst 2 af því að þeir eru ekki með Íslending sem getur konsistentli skora 20 stig með honum, sko. Þú veist, núna er ég alls ekki viss um að það komi íslensku varaleikstjóðandi til Sindra, þannig að þá ertu komin í það ætli þetta verða að vera kombo Já. fyrstur ás Nei, bossmann sem getur svona bæði spila með og í staðin fyrir Maður bara vonar að félag sem er búið að vera að eyða og reyna að komast upp árum saman, bara alveg frá því að, þú veist, ég var að þjálfa í Hamri, hafa verið að reyna að komast upp, að þú veist, þeir einhvern veginn mæti, ég er ekki að segja að þau þurfa að setja, þú veist, félagið á hausinn, en þú veist, bara svona kort er ég setja á hausinn, sko. ekki bara mæta til fyrir for Nei. the right. Nei, einmitt, bara svona mæta, búið til einhverja stemningu í þetta finna íþróttahús og þú veist, Rosalega mikið af krabba og humargildrum í sumar og... já, fá þig að náttúrulega að veiða eitthvað og Ég held að það sé búið að uppfæra budgeti svolítið, sko. Já. Þannig að ég veit að Nebo er spenntur fyrir næsta tímabili og ég meina hann telur sig vera á réttri leið í leikmanna. Ef þú getur ekki eitt Íslendinga að því að villingin koma þarna og tekur Kana og Rúmeníu annarra deild, það var eins gott að henni 3-7 dýrir, sko. Ekki ertu búin að eyða peningunum í hinna, sko. Þekkir þú að reynduður eitthvað við Sölva eða Sindri eftir frábært tímabil? Já, það er bara skiljanlega. Það var mikill áhugi. Það hefur verið mjög eðlilegt sændilvæs fyrir Sindra, sko. Það er að segja hann, en kannski ekki fyrir hann. Hendum okkur í hött. Það er hérna, ég ætla ekki að láta ykkur spá eða eitthvað svona, en við ætlum að skipta liðunum í bara svona Cheers. 3 flokka. Ok? Við erum með contenders, fallbarátturlið og allt þar á milli. Okay. Ef við hafa 4 eða? Já, höfum 4. Við erum með upper mid-half og neðra mid-half. Svona, hvort ertu nær falli eða, þú veist, það eru 4 rank. En líka við þurfum að hafa liðin 12 fram að mig þetta. Það eru hægt að ranka liði 4 flokka. Contender og fall er 1 og 4. Setjum við ekki Sindra í 4? Þurfum við ekki að ræða þetta frekar? Nei, það er umhverfað Það eru í fallbarátturfloknum. Einmitt. Förum þá í hött. Og ég ætla bara að segja það strax að ég ætla líka að setja þá í flokk 4. Já. Ég er með þér þar. Þetta er glæsilegt. Þannig er ég með Gardia Ramos og bróður hann sem er búið að annánsa sem þjálfara. Trotterinn er áfram sem útlendingaígildi. Eysteinn fór til leikari Breiðablik, ekki satt, jú. Sko, þeir eru búin að fá Pantelic. Ég skoða það aðeins, svona þristu fjarki shooter. Já, slítur ágætlega út. Já. Erum við ekki bara að fara að sjá meira hött? Bara, þú veist, Nemanja Niteg og þeir að setja upp halfkort og berjast og vera segir, bara einhvern veginn rosa lítil breyting frá því að þeir voru already gamlir fyrir 2 árum, sko. Maður hefur náttúrulega heyrt þetta áður og maður hefur sagt þetta áður einhvern veginn að núna er komið að því. Núna er bara komið að því að þetta liði hleypur á vegginn og það er náttúrulega að manni finnst aðeins og fáa breytingar á hópnum enn sem komið er. Það vantar bara íþróttamennsku. Það vantar bara lappir í þetta lið í rauninni. Já, þeir geta bætti 3 útlendingum í viðbót. Mér finnst þetta miklu meiri spennandi kjarni til að vinna með heldur en, þú veist, sem að Sindri. Já, þessi eru fleiri leikmenn, algjörlega, sko. Mun þéttari pakki. Þetta er allt annað dæmi sem þú að díla við þarna að þú þarft að færa útlendinga til að vera samkynshæfur, skilur. Sindramenn væru helviti mikið til í að vera með Nemanja Ramos á Íslendingavegabréfi, sko, og Adam Eith, já. Þeir voru líka, það var svona svolítið bara pínu skeri, við spilum vel á móti þeim, þetta var svolítið óþægilegt, þetta
þegar þeir komu á móti okkur þá styttuðu Rótturíkun og Sæþór kom ekki inn á. Já, Og þeir einhvern veginn bara spiluðu kannski aldrei svona outstanding, þeir voru bara á okkur svona 70% rúmum Já. og við spiluðu kannski frábæla, svo leiðuðu duttum, það heldur bara áfram. Það er fullt af vitneskju þarna. ekki góður. Láttu mækinn vera. Já, fyrir ekki. Afsakið, ég skal láta mækinn vera. Skammaður í beinni, I like it. Það sem ég ætlaði að segja að er ekki Höttur einu sinni búnir að fara í playoffs, bara svona í þessu era sem að þessi kjarni er. Þegar ég fóru á móti Val. Já. Er það ekki eina playoffs rándið þeirra? Jú. Annars eru þeir búnir að vera að falla eða heldur sér einu sinni mögulega uppi. Og þeir eru að fara í rauninni bara núna í annað skiptið í röð með sama kjarnan inn í þetta mót. Já, í raun, nema þeir Karlovits er dottin út og þeir rísaðina Obi Trotter sem er, hann er LeBron James aldrei. Obi Trotter er 41 árs og er útlendinga ígildi ennþá. Mér finnst það mjög svona áhugavert. Því mér fannst hann mun verri í fyrstu deild heldur en hann var í úrvalsdeild árið á undan. Ef þetta meikar sens. Hann kom mjög slæmur inn í fyrstu deild tímabili núna. Hann áttalega moment og allt það skiliru, en heilt yfir tímabilið var hann ekki eins, hvað sem er? Solid, consistent. Eins konsistent, eins og var í úrstildin árið undan. En ég meina hvað, ég einhvern veginn þó að þeir bæti við 3 frábærum gaurum í viðbót, þá finnst mér einhvern veginn sílingið ennþá vera bara eitthvað svona falla ekki. Þegar maður sænir bara mjög 9-10, skilur. bara athletic fjarka sem bara mjög solid, getur skotið hreyfanlegur, bara svona Daniel Mortensen eitthvað skilur, bara kannski aðeins meira athletic. Þeir eru með mjög athletic point guard sem getur skotið líka kannski. Það er strax komið bara lið sem að mér finnst bara mjög fínt sko. Er samt bara svo, Þetta er EF skilur. það er bara svo sjaldgæft, bara sem Keflavík gerði þetta núna, sænuðu bara nýja gaura þannig til að Reymi Martin kom tilbaka. Það er eiginlega aldrei að 4 glænýjir leikmenn mæti bara og eru bara allir outstanding. Svo það sé mikið íþróttamennska þarna. Þeir hitta kannski 1-2 skilur. Þeir verða náttúrulega rótar inn í leikjum og það eru bara mikið af strákum sem þarf kannski ekki að fela en eigi eftir að ströggla varnarlega á móti manninu sínum að mínum mati í þessari deild. Ég held að við séum ekki neitt að svekkja neitt eða neyksla neitt á því að hafa þá í þessum 4. flokki innum mati sko. Það er líka að síðast sem við pælum í hvort sem að þeim að gera það. Þeir þurfa bara líka þá bara, ég meina mér fannst Höttur alls ekki komast eitthvað miðað við að þeir pættu þarna við Gianni Koljanen, þeir skiptu út yfir í Börski sem var úrvalsdeildarkanni. Þeir tapa á móti Haukum á heimavelli, þeir tapa á móti KF á útivelli. Bara í leikjum sem að skiptu bara svakalega miklu máli at the time. Þeir kláraði þetta þarna á Höfn í úrslitaleik en þanga til í stórum leikjum voru þeir bara alls ekki sannfærandi. Og mæta með þá gaura, með fullri virðingu fyrir ykkur í fyrstu deild, mæta með þá gaura svo allt í einu á móti spöðunum í úrvalsdeild. Ég bara hefði viljað sjá miklu meiri breytingar. Já, og ég held að það eigi eftir að vera mögulega eitt stærsta verkefni við þess að mæta með þess að stráka hungraða inn í þetta tímabil. Já. En það er náttúrulega ágætis breyting að koma inn í 3-0 líka. Já, ég meina ekki vera að hissa þegar að Börski mætir þarna í október. Nei, ef það verður eitthvað svoleiðis, þá er þetta orðið svona hvað ætlar að gera núna? Trotterinn allir hinnir eru, er erfitt að fá Íslendinga austur, bara pottið. Maður samþykir alla hina sem eru áfram. En einhvern veginn það að þú mátt vera með 4 útlendinga og einn af þeim Obi Trotter sem að strögglaði á móti káfa fyrir fyrstu deild með fullri virðingu, aftur. Bara svona af hverju? Ég er ekki alveg að kaupa það. Ég held að það sé alveg stórt að missa einhvern eins og Eysteinn. Það er það. Stráksíktu dekka í mörgum stöðum. Það hlýtur að vera bara eitthvað þú að bjóða hann ógeðslega góðan samning eða þá hann að flytja og fara að vinna. Hann er bara á síðasta ári í sínu námi og er að koma í bæinn. Mér finnst bara ekki spennandi, varst ekki með Nemanja í byrjunliðinu? Jú, þannig að það sæna eitthvað sem betri stórmaður. Mér finnst það ekki spennandi byrjunliðsleikmaður í úrvalsdeild í dag. Sammála því. Bara líka með hvernig hann væri fyrst til. Það sem hann hefði átt að vera svona yfirbara maður alla jafna. En hendum okkur þá í, bara ótrúlegasta Great Escape sem að maður man eftir sér með ármenninga.
við verðum að láta Ármann í 4. flokk, eða ekki, þeir missa Braga til Keflavíkur, þeir halda bróður hans, þeir sækja Magnús Engil og Styrmir Jónasson úr Akranes. Já, það var svona... Hentu Ármann upp Einar? Það var mjög jákvætt, svona mjög jákvætt sæn fyrir þá. Já, höllur þetta út um allt. Það er annar leikmann sem hefur verið flottur í Sindra. En sko vandamálið En flottur er með ármenninga náttúrulega bara að ég treysti þeim sko ekki í eina sekúndu til að sæna einhverja útlendinga sem að geta neitt sko. Nei, það er aðal vandamálið sko. Það má fara niður, þetta er hvort þeir út um allt. Það færðist til í e-mail samskiptunum okkar Einars. En ég held að þeir ætli sér að byrja með, þú veist það stendur 4 hérna. Já. Ég veit að þeir eru að reyna að loka Sarko Júkits. Já. Sem Þeir hljóta að verða með 4. Þeir, til að byrja með það voru þeir að tala um 3. En þú veist, ég meina, ég bara... Þeir missa risastóran bita sem við veldum MVP sem stímbalins í fyrra í Braga Guðmunds. Já. Bara, það var einn besti Íslendingur, ekki besti Íslendingurinn í fyrra í deildinni. Og hann líka var svo mikið... Var í fullkomnu hlutverki í þessu liði. Hann var líka svo mikið karakterenginn liðsins voru þeir Splash Brothers einhvern veginn að kasta boltanum upp með bara ekkert samviskupið yfir því. Algjörlega óþólandi að spila með. Já. Þetta er svona pínus að spila með KF fyrir ekki við. Já. Þú veist, þeir eru bara, þú veist, mótið svona liði sem er bara svona, þú veist, Don't give a shit. getur í alveg tala ekki unnið okkur eða? Eftir í alveg tala ekki að okkur er alveg sama. Þetta er svona, þú veist, engin pressa ekki neins. En þeir missa, finnst mér svo mikið af þessu með Braga. Já, og í staðinn kemur mögulega Styrmir sem að átti frábært tímabili fyrra en er akkurat hinum einn á spektruminu því að núna er svolítið pressa á honum að standa sig. Já. Skilur, og ég er alveg viss að hann kemur ekki alveg bara svona líi glaðinn í þetta tímabil sko. Nei, hann þarf að sína svo sanna alltaf og Magnús Engil líka búin að vera allt í lagi með Skallagrim, það sem ég hef séð á honum allavega. Hann er hæfileikaríkur sóknarmaður. Já. En það sem að ég einhvern veginn bara sé í þessu ármannsliði eins og, þú veist, bara svona áhyggjurnar eru. Þeir sænuðu fyrir að Daniel Lof sem að óks mig mjög mikið og varð allt í lagi í orðin. Hann var bara mjög flottur þarna. Sæn upp Laki og sem var losaður hérna, var hann ekki losaður í Grindavík? Jú, hann var losaður í Grindavík. Nei, hann kom sko. Hann var í Grindavík árið áður, já. Hann var í Grindavík árið áður og slá ekkert í gegn, skilurðu. Sarko Júkits var losaður úr hérna, svo tók við Afaret úr Njarðvík. Þeir voru endalaust að pikka upp bara einhverja gauðra sem að voru einhvers staðar reknir. Ég var sett einn af þeim sem að hérna ég vorkendi eins og hann, hvað heit hann, Woolridge eða hvað heit hann? Já, einmitt. Af því að ég var svo viss hann er góður þegar ég skoðaði prófílinn. Já, þegar maður skoða prófílinn var maður svona, herriði, þeir eru loksins að sæna alveg gæja. Sá var slappur. Það var sá mesti sem að spila inn í fyrra rögli. Það þarf eitthvað Fyrir utan kannski finna hann. En kanna þennan skóla sko. En sko nú fá þeir annan séns. Að því í fyrra munið það vantaði hérna réttið eða leyfið fyrir kanan og svo kemur annar kanni og það var ekki leyfi á hann heldur svolítið lengi og bara Great Escape og þeir fá annan séns að gera þetta almennilega. Og þeir hljóta að hafa lært að sínum mistökum. Skilurðu? Já, ég held satt líka að þetta félag er í hverfi það sem er mikið að vera. Það er risastóri ringaflokkar það er sko það er svona körfubolta pedigrí í foreldrahópnum og bara í hverfinu sko. Já. Þú ert bara með allan KR aðalinn þarna. Þú ert með Jón Arnór og þú með Steinakaldal náttúrulega. Já, og Lagis og bara fleiri, Magnúsinu og alltaf ekki. En sko það sem ég ætlaði að segja er það sem ég fyrsti það er búið að koma nýstjórn. Og ég bind ákveðna vonir við að það sé svona metnaður, það sé svolítið jákvæðni í gangi núna, það sé möguleikum meðbyr sem þeir geta nýtt sér þarna. Ég meina þeir eru konum með 3. Ok, ég veit, Magnús Engill er svona kannski meiri fyrstu deildarleikmaður heldur en þú veist hitt. En þeir eru konum með svona 3 sem á svona geta spilað í úrvalsdeild og Yngvi átti náttúrulega alvöruleiki og Styrmir átti líka alvöruleiki. Þetta er lið sem á að geta rekrútað. Þú veist, þetta er lið fyrir unga efnilega leikmenn sem að vilja geta mætt inn í einhvern æfingahóp og hvað geta á unni sér einhverja mínútur á gólfinu. En ég er svolítið svona að bíða eftir því hjá þeim að þeir geta gert það frekar heldur en Sindri að ná í erlendan leikmann sem að kosta kannski ekki toppprís en svona miðlungsprís og bara svona við ætlum að rífa aðeins upp verkið kannski Dwayne Lottier óraunhæft skilur en bara svona ná í Milka ég var að bíða eftir að vera hægt að tala hvernig verður Milka í Laugardalsvelli? Ná í einhvern sem er bara svona
kann Solid. að vera í úrvarstild. Já. Ógæslega solid, veistu hvað það fá. Já. Við svo sem voru með Cedric Svo Bowen er þessi vörnina, því þarna á- að þannig ertu með. Er Báinn með það? Hann er ennþá, Já, það er bara hann er svoleiðis. ennþá ármenningur, það er bara held ég samtali í gangi varðandi í hvaða hlutverki hann á að vera og hvað hann er tilbúin að í hvaða hlutverki hann er tilbúin að vera í. Ég vona allavega að þeir, herrið, hann er Einar búin að laga þetta, sjáu þetta. Ég vona að þeir allavega mæti ekki í, þú veist, æfingaleiki og eitthvað svona og eru bara búin að sæna 2 erlenda leikmenn þegar þeir eru að bíða eftir hvort einhver kannski reykur einhvern og þá ætla þeir að pikka hann upp Já. og þú veist, að þeir eru aldrei að fara að ræta þetta eins og síðast og starta sísoni sitt í janúar, sko. Ég held að það verði ekki, svo er ekki raunin, ég ætti ekki að lofa því að allir útlendingarnir verði góðir en ég held að Ármann mæti með tilbúið lið. Ég get eiginlega bara lofa þér að þeir verða aldrei allir 4 góðir. Það er mjög ólíklegt. Af því að þeir eru ekki að sækja úr þannig hillu, sko, þú veist, það er bara, það er ekki recruitment vandamál, Það er líka sko. bara ólíklegt hjá öllum liðum í deildinni, sko. Nema það saman sem hafa verið náður. Já, en það er náttúrulega enginn að sæna, Það er bara Grindag sem gerði það í fyrra. sænaði bara það sem hafa verið. Það er eitt lið að því núna. Það er rétt. Já, Altanes. Já, ræðan það eftir. Það Það er mjög ólíklegt að þeir góður að vera allum lélegir allt í einu. Já. En ég segja, þú veist, ef þú tekur bara Stóla sem voru í úrslitum, þeir eru með gaura. En erum við ekki sammálað að þetta sé bottom? Það er ekki bara einu sem sænu, þeir ráku Ívan, sænu Já, en það verið gæja. Það er ekki einu nýju, tveir góðir sem sænuður raun. Ívan er raunin ekkit svo slæmur, sko. En mér finnst það mjög góður, skilja, þeir ráka hann. Ég vildi ekki, Þegar við byrjum að hita upp fyrir deildina í svona miðjan ágúst, september, þá ætlum við að taka þetta svona per flokk, þú veist, við ætlum að ræða 4 liðið dýpra, hvað myndum við vilja sjá og eitthvað svona og verðum konum með betri mynd. En maður er svona ánægður með það einmitt að þú veist, það er skemmtilega að sjá Styrmir Jónasson fara í Ármann heldur en að vera 10. mann í fokkin Álftanes. Er það ekki það? Jú. Þú veist, bara svona að hann fer í eitthvað liðar sem hann fær bara fullt að spila. Og honum til hrós, þá held ég að það hafa alveg komið upp einhverju möguleikar. Pottþétt. Þar sem að stærri liði voru svona pínu einhvern veginn að láta eins og þú veist, við ætlum bara að byrja á að aðtúa hvernig þú ert í byrjun tímils. Já. Basically þú ert að koma á tryout sem að mér finnst hann ekki eiga skilið. Nei. Mér finnst þetta bara að vera mun betra mál að hann mæti þarna og ætli bara að láta til sín taka. Hann er góðan umbóðsmann. Ég man ekki hver pikkaði hann upp en ég sá einhvern vera flaggað í að hann væri komið með hann Já, ég man eftir þessu. sem kúna með. It's a brave new world, maður. Allir með umbóðsmann þetta. Já. Herru, hendum okkur í hérna 4. liðið sem að ég set í Íringana. Ég ætla bara, eins og staðan er akkurat í dag, negla þeim bara í bottom. Nei, ég ætla ekki að gera Erum við með 3? Ég vil ekki fá Bobo Dan á bakið. Erum við með 3 level eða 4? Við erum með 4 level. Já, Við setjum það í level 3. þá eru þeir ekki í neðsta, sko. Nei, ok. Setjum, en þú veist, það vantar samt svo mikið, sko. Ég ætla bara að annánsa það hér að það er búið að sæna Kevin Coney, ég sá það á Instagram. Enn og aftur ætla menn ekki að annánsa leikmenn, þannig að þegar Davíð Eldri búið minna þátt, þá getur hann skrifað svona 8 fréttir. Og ég hvet hann sem ritstjóri Karvan.is að fara að followa kannski einhverja svona erlenda miðla og umbóðsmenn og sjá hvað er í gangi. Hann er að setja þessi nöfn í leitargluggan á Instagram núna. Já, ég meina, það er búið að sæna Kevin Coney sem var í Stjörnunni sem 5 í Björg, Það er ekki bara ágætt, eða? ég var aldrei eitthvað rosa hrifinn af honum en hann svona, Borsi vill göslaranu sína, sko. Hann vill fá göslara, sko. það þyngdi þessum gæja. Ég man ekki eftir þessum gæja. Hann var í Stjörnunni þegar Arnar var þarna. Ég man ekkert eftir honum, sko. Hann hérna Getur ekki verið góður, ekki. ég man ekki eftir honum. Hann er ekkert frábær en hann er svona skrokkur, heldur skrokkur. Já. Sko, þeir eru búin að stóra dæmið í sem náttúrulega er hjá IR að Jacob Falkó er allavega ekki re-signed. Mér finnst það eiginlega stærsta í Er hann ekki farin, ég heyrði bara í lok síðasta tímabils að hann væri komið með díl í Póllandi. Var það ekki Maður fakt? hefði heyrt eitthvað íslenslið líka eitthvað að vera að pota Já, ég hef heyrt að Njarðvík séu búin að sæna hann og alls konar eitthvað svoleiðis. maður heyrir ýmislegt. Já. En hann er allavega Ef við ekki séð Instagram postið umbúðsmanni með hann. Nei, við höfum ekki séð það. En það sem að við höfum hins vegar séð er IR-lið sett saman frá 0 sem að getur ekki neitt. Og það er að fara að gerast núna. Við skulum Ekki það að þeir get ekki neitt, heldur það að þeir setja saman liðið frá 0, skilur við. ekki fara að leika það leika hérna að gera lítið úr hæfileikum Borsi Ilijevski að búa til Nei, hann er búinn að góð margsanna kjúklingasalat, sko. Já. Hann er búinn að margsanna það, hann er góður í því, sko.
Já, ég man samt bara eftir liðinu þegar hann var með minn mann Average, Danero, Það var Singletary og þetta var eitthvað mest og Colin Pryor, þetta var eitthvað mest dysfunctional samansapn af einhverjum gaurum sem að maður man eftir. Þú veist, eina sem ég ætla að segja að það að hafa verið búnir að negla Jacob Falco inn í sísonið fyrra, það var bara risastórt. Já. Og ég veit að hann var að senda boltan of mikið og eitthvað svona bla bla bla, komur reyndar í ljós eitthvað, hann var með eitthvað brot í löppinni og eitthvað eftir síson. En bara svona, þú varst samt með einn traustasta point guard skorara deildarinnar. Og það er bara ekkert endilega að þeir séu að fara að finna þannig replacement, sko. En þú veist, Hákon og Tómas Orri og ég meina, mér fannst leiðilegt að sjá hvað Kristján Fannar einhvern veginn náði ekki að fóta sig. Hann var alltaf mikið meiddur í byrjun. Já. En þessi 3 strákar eru strákar sem þú getur byggt svolítið í kringum ef að þú ert með góða erlenda leikmenn með þeim. Ég hef kannski áhyggjur að ég hef ekki heyrt mikið af svona orðrúmi varðandi 1 eða 2 Íslendinga. Nei, en þeir eru bara, ég menna við vitum þeir eru bara ekki til. Ég hef áhyggjur að ég hef ekki heyrt neitt, skilurðu mig. Svona linked to them. Já, veist það munar alveg Björgvin Hafþór Ríkharðsson bara með hlutverki sem hann spilaði í fyrra. Já, þetta er bara flott að spretti, sko. Svona klassískur borsíli í afskilin. En er þetta ekki nóg? 4 útlendingar, svo ertu með Tóma, Hákon og Kristján Fannar, 7 leikmenn. Ég náttúrulega... Svo eru Rafnarna 8. Ég treysti bara ekki Kristján Fannari, bara eftir að horta á tímabili fyrra. Ég hafði miklu vonir í fyrra. Fyrir mér var það svona síðustu sensin hjá mér. Gatan segir að 8. leikmærin geti verið Cedric Bowen. Já, þú veist, það gerir... Jú, það er flott. Hann þarf þá að tengja, sko, þá þarf Bowen að tengja 3 góða leiki. Hann hefur ekki gert það í svona 4 ár. Já, sko... Bara meðslalega og allt saman, sko. Það hreyfir ekki nálina fyrir mér. Nei, mér fannst það frábær alveg 3/4 af fyrstu deildu tímabilinu með Ármanni. Já. Svo náttúrulega bara bregst líka með núna. Þess að bara hann fer í bakinu. Já. Og ég Það var líka plagan í fyrra. Það mun alveg fara í bakinu í pivot-drillunum á Sporsa í ágúst-september, sko. Það eru ekkert gefins. Nei. Já, en mér finnst vanta 1 eða 2 sterka. Já, Rafn reyndar hann er alveg gosslari. Þeir eru alveg með nógu marga, þú veist, ágæta duglega leikmenn og Kevin Coney er það líka. Það vantar bara 3 stjörnur í þetta lið. Það vantar Falco og Mate Kava sem hafa voru, þú veist, stjörnunar í þessu liði og svo náttúrulega vantar að nægin Klónaras líka, ég bara gleymd honum. Já. Það vantar, þú veist, það er búið að losa eða þú veist, whatever, þeir verði ekki áfram 3 stjörnur liðsins. Er það útgefið að hvorki Klónaras eða Kavas verði þarna? Þú veist, nei, en það er ekki búið að sæna neitt að þeim. Nei. Það sem kemur minnst óvart er að Klónaras myndi sæna í Álftanesi. Sem 4. Ég er ekki sammála því. Það kemur bara svo lítið óvart. Því að allt sem maður heyrir er hvað Álftanesingar elskuðu Klónaras. Já, en ég heyri bara að Klónaras hafi eitthvað vilja fara í einhverja aðra deild og eitthvað svona. Eða svo heyri ég líka hann hafi ætlað að hætta í körfubolta. Hann er bullari. Förum í næsta lið. Þetta lið þarf 3 stjörnur, það er bara svona niðurstaðan mín. Ég veit ekki hvort þið séu sammála. Nei, bara já. Já, bara flott, sko. Ef þeir ætla að komast til play-offs, það þurfa 3 stjörnur. Já. Hákon á að vera 4. besti leikmaður liðsins. Alright, förum þá í næsta. Move up. Það er ótrúlega lítið að tala um hér. Þeir sænuðu Huga Hallgríms frá, við erum að tala um Njarðvík, þeir sem eru að hlusta á podcast. Sko, fréttirnar hér eru Rúnar Ingi og Logi halda áfram lið, Veigar Páll er áfram, Hugi Hallgríms sænaður úr Haugum, Mario kemur úr meiðslum. Það er nú svona stærsti í þessu. Það er svona stærsta, já. Þeir hefðu verið mun líklegri til að gera eitthvað í. En þú veist, það sem að menn segja, nú fór ég á Suðurnesin um daginn og ég elskar svona að taka eins og Sigur Orri og fara og tala við fólki, skilur. Já. Og ríf upp kassagítarinn. Já, ég ríf upp trompetið mitt. Óumbeðið á einhverjum skemmtistöðum. Og svona munnherpukall. Sko, það eru allir að tala um að núna loksins var Rúnar Ingi að byggja sitt lið. Þið hafið örugglega heyrt þetta. Já. Engin Milka fyrir honum, engin Dwayne Lotir fyrir honum, þú veist, 2 bara svona betri útlendingur sem hafa verið þessar deild örugglega bara síðustu 10 ár. Þetta verður mjög spennandi því að þeir eiga eftir að
sæna 4 útlendinga. Kannski Jacob Falco signed eða einhver. En þú veist, þeir eru eftir að þeir eru komnir með rullukallana, fattiði mig. Já. Mario Huja berjast og Veigar Páll bara mjög góður, nokkur árið rauðorðið, en þeim vantar bara heilt körfuboltalið. Njarðvík náttúrulega, þetta eru rosalega miklar hamingjusprengjur alltaf. Þetta alltaf keyrt áfram á rosalega mikilli gleði og ánægju. Ég sé, þú veist, þegar þú segir Falco, ég sé Falco sem leikmann sem myndi passa gríðarlega vel inn í þetta. Já. Bara Falco, Veigar Páll, bakvara kombo. Það er bara mjög flott, en fyrir mér náttúrulega passa Falco svo sem inn í öllu í deildinni í raun, sko. Já. Ég mæli með að þeir sem ætla að horfa á HM-leiki á nóttunni og vil ekki drekka áfengi að þeir eru að kötta eins og ég og Steinar. Drekka Club Mate. Þetta venst. Ég skil ekki hvað fólk kvart í þessu. Ég er mjög ánægður með þetta. Ég uppkvitaði bara svo seint að það er svo mikið koffein í þessu. Ég er ekki að fara að sofa mikið neitt á næstunni. Þú ætla ekki að fara að horfa á Ekvador, Mexíkó til 3 í nótt. Já, klárt. En að því að við erum live, gaman að vera live, þá hringdi einn af heimildamönnum mínu. Í þættinum? Hringdi bara beint inn í þáttinn. Okay. Og Ármann eru búin að sæna stóran bossmannkall úr Leb Silver-deildinni, sem er lofandi. Já, sem er lofandi. Já. Stór Leb Silver-kall. Já, þannig að Leb Silver. Hann myndi vera þarna og þá með U-Kids sem þeir eru að reyna að loka líka. Það er rosa fyrstu deildarlegt maður. Já, Ekki? Ég veit Leb Silver er Jose Medina Julio de Assis. Það fyrir eftir hvað hann er búin að vera að gera í þessari deild, sko. Jose var eitthvað næst stigastur eða eitthvað í Leb Silver. Já, það var hann að koma fyrst. Já. Er hann búin að styrkjast? Hann er búin að, hann er... Það er alveg til góðlið í Lefselur. Ég man að við fórum í æfingarferð til Spánar sín tíma. Og það var einn gæði sem var ógeðslega góður. Svona stór. Svona deildar sem að menn smyrja sér samlóku, sko. Nei, það var ekki þannig. Þetta er púpdeild. Við vorum að spila til liði sem voru með 6 útlendingar, sko. Ég held að, ég ætla að skulum ekki sláta út á borðinu strax. Ég hef enga trú á þessu. Það voru 2 mjög góðir, skilur við. Ég ætla bara að segja það núna, bara þessi gauður sem er komin úr Leb Silver í Ármann, hann er komin á Yugo Airport listan, áður en ég sé hann. Ég þarf greinlega að fara að koma mér í þennan gír, að kasta út einhverjum sleggjum með það. Ég bara held svolítið með Ármann, sko. Ég held alveg með Ármann líka. Nei, ég held ekkert með Ármann, ég held með Ingo Guðmunds. Já, ég líka. Það er snett að koma tilbaka eftir 100 ár og hlaði fullt af skotum, sko. Ég held ekkert með félaginu þannig, sko. Nei. Já, það er Ingvar Guðmunds gospel er hérna lesið heima í mér öllu stundum. Ég á einn ungan dreng sem er í Ingvar Guðmunds klaninu. Já, nákvæmlega. Er ekki mjög erfitt, strákar, að segja eitthvað til hvort að Njarðvík verði í, þú veist, 3. eða öðrum flokk? Það þarf ótrúlega mikið að gerast til að það verði contender, finnst mér. En það er ekki mikið að svo verið öðrum flokk. Nei, einmitt. Þeir verða að berjast við að komast yfir þessa miðlínu. Já. Bara ef að þetta gengur vel upp þá geta þeir verið í efruhlutanum. Já. Ok, þá erum við búin að ljúka þeirri umræðu. Förum þá, þetta er smá svona, við erum svona smá að fara upp töfluna, svona... Við erum að fara upp peningalistan. Nei, eiginlega bara sko, við erum að fara upp sko, þetta er ekki power rank, þetta er smá, við erum eiginlega smá að fara bara upp sko, hvað liðin enduði í fyrra. Ég reyndi að setja Álftanes aðeins ofar, af því að þeir komast ekki í play-offs í fyrra, þetta er svona eitthvað mix. Ég myndi setja Álftanes aðeins ofar. Já, en ég enda í úrslita liðunum 2 fattaru og eitthvað svona. Herru, en hendum okkur næsta. Hrafn orða bara mjög vel. Hvað? Það er peningalistan. Skítamix. Já, peningalistan, já. Þetta er peningalistin, það er rétt. En af hverju þá Álftanes bara komið til smá? Herru, hvað er næst, Einar? Það er mistök. Næst er örugglega... Ég held að næst sé hreinlega Álftanes. Það með þá næst? Já. Okay. Já, ef þetta er þitt power ranking þá er þetta smá... Þetta er ekki power ranking, þetta er bara liðin hvar þeir enduði í fyrra og við klífum upp tröfluna. Já. Þarna er hluti búin að vera að gerast. Sko, við getum alveg sett í áfram Dúa og Hilmir Arnars líka. Ég bara nefndi ekki að, þú veist, ég setti það, ég held að Siggi verði í byrjunarliðinu eða 7. maður, þannig ég setti hann í áfram. Hann vegur aðeins dýpra en hinni 2. Rakinat. Verður hann ekki aðstoðarþjálfari eða í teiminu eða eitthvað svoleiðis? Ég hef búin að heyra það. Ég held að verður svona eitthvað, já, svona bæði og. Okay. Ég hugsa að aðstoðarþjálfara spottið verið eitt að fáum það sem ekki verið eitt peningum. Já. Það þarf að spara einhvers staðar. Og Baldur, ég held að Baldur bara sé með nóg mikið skoðunum fyrir sitt lið. Já, ég held það líka. Sko, Álftanes eru búnir að vera
haga sér eins og bara svona þegar Man City var keypt af olíufurstunum fyrst labba inn í öll bestu liðin og kaupa bestu gaurina úr bestu liðunum semi og nú ótrúlega sterkur orðrumur það að þeir séu líka búin að sæna Jordan Semple ég ætla ekki að fakta hann inn en þú veist ég heyrði þetta síðast frá mínum manni í Skagafirði á leiðinni hingað Ég heyrði þetta, hvað fyrir svona 2 vikum Já. og ég spurði einn Altanismann beint út við fengum engin svör og það þýðir alltaf Og ég meina- ef hann neitar því ekki eða jánkar því ekki þá þýðir það að En ég meina manni sagði okkur þetta fyrir viku líka að Grindavík hafi ætlað að endursemja við hann en hann var kominn með tilboð sem hann langaði að taka frekar og hann væri á leiðinni í Álftanes þannig að þú veist já. sko potential Álftanes byrjunarlið eða ok, ef eitthvað að lesa þetta upp fyrir þá sem hlusta þú veist, Basíl Luka Gasic Colin Pryor Kalli Baldur Ragg kemur að þjálfa og svo segjum að þið bæti Semple við það er pláss fyrir einn útlendingi viðbútt og ég held Haukur náttúrulega líka áfram ég held svist, að það sem ég held að Álftanes sé ekki að fara í þessa vegferð veist, það er bara mjög greinilegt að Brjanovic það er bara sagt bara lag go þá er ekki að fara að stoppa og segja við ætlum að geima eitthvað útlendinga ég held að Baldur vilji fá full mannalið já. og ástæðan fyrir að ég efast að sá maður verið klónar það er það að það vantar eitthvað í þetta lið og það bara shooter það er bara eitthvað gaur sem er bara 45% í þristum Sammála því. af vægnum og ég er aðalega spenntur að sjá hvort að Haukur taki leiðtogumúfið og segi ég er að fara að koma að bekknum eða hvort að Siggi lendi í því að koma að bekknum ég myndi vera hrifnar að því ef að Haukur myndi vera þessi leikmann sem getur komið inn í margar stöður á bekknum og svona einhvern veginn binda þetta saman þannig ekki það ég ætla að skipta verið því Nei. annað, finnst ykkur Colin Pryor ekki meika svolítið sens sem varamaður fyrir Jordan Semple Jú, fullkomlega sko og líka hann getur svona svolítið svo Haukur leyst margar stöður sko það er alveg einu svona trufla mjög þess að þeir eru ekkert svakalega ólíkir þannig sér leikmenn í dag sko en bara eins og Colin var að spila á móti Haukunum sætla minninga fyrir þig Já. og bara hvernig Jordan Semple er á svona rómandi byrjar á þryggjastalínni fyrir á stað með boltan skilur hann að fara í eitthvað svona fake handoffs og svona mér finnst þeir vera rosalega flott svona sub fyrir Semple Hann myndið líka svolítið að vera að fá hann á vítalínunni og taka þess að stuttu jumpera sem var helviti góður í þarna óþægilega örugur í Já, sko það meikar margt sens við þetta liðið finnst mér Já, þetta er líka allt gaurar sem að eru svona ógeðslega solid og geta barist þessum samt gæði í líka sko ég meina þeir geta verið harðir eins og Gasic skiluru eins og Pryor þeir eru svona gaurar sem að láta finna fyrir sér þeir eru samt alveg góður í körfu líka þeir eru ekki bara að berjast nei, ég skil alveg hvað þú meinar Colin Pryor reyndar í dag bara að berjast sko í úrvarstild hann var bara að berjast 2 síðustu ánum sinni í og með 5 stigum eldar leika 4 og... Já, en svo mætti hann í Selfoss og bara Já, það er annað að vera í Selfoss eitthvað sull einhverjum midrange skotum hann getur það hann var nú samt með hæsta ég ætla bara að segja Colin Pryor er ekkert effekt í þessu liði og hann mun valla spila neitt hann verður í hlutverkjum sem Bjarni Guðmann var í Stjörnunni Já, ef hann er að klára það var mjög gott þegar allir voru heilir í Stjörnunni þá var Bjarni Guðmann non-effekt ég held að Colin eftir að vera nokkuð mikilvægur á marganátt Já ég vona ekki fyrir þá því að ef þú lappar og kaupir bestu gaurana í öllum liðum og Colin Pryor og fara að hafa einhver áhrif þá ég segja að það sé hann getur með að halda bara leveli hann getur með að halda leveli í þessar mínútur sem hann er eina sem ég sé í Colin Pryor sæninu er basically að sama á í Kalla sko bara skrokkur og æfingar sko bara skrokkur og æfingar sem að kvartar ekki ósamálaður sko nei, þú kannski bara horfðir ekki á nógu margar leiki með honum Jú þú leitast bara að þessum 3 leikjum ég held líka fyrst við erum að ræða skrokk þá held ég líka honum hafi ekki liðið bara eins og vel í skrokknu þegar ég er eins og hann gerir hann í fyrra sko bara honum svona óks ásmegin gríðarlega núna eftir málega tímili sko en nógu það já þú veist skulum nú ekki fara að tala Colin Pryor líka eins og hann hafi verið MVP fyrstu deildar sko hann var seigur
Hann var allt í lagi, hann var En segur. ég geti rifist við eitthvað, það var alltaf Hann var framlagshæst í íslenski leikmenndeildarinnar. Hann er náttúrulega ekki íslenskur, hann er kani. Ég fer til Lúðum. Var hann með hærra framlag en Sigvaldi? Já, Ég ætla bara að fact-checka það núna. getur verið rátt fyrir mér. Á einhverju tímapunkti leiti ég á tölfræðina og ég held að hann hafi verið framlagshæst. Það er bara ekki fræðilegur. Það getur vel verið. Anyway, ég held að sko, ok, niðurstaða mín, mitt take er bara að hversu langt Álftanes ætlar að, þeir eru náttúrulega contenderlið, er ekki að fara að swingast eitthvað með honum, frekar heldur en því hvað Kalli gerir. Ég held bara að sko Haukur þarf bara einhvern veginn að vera bara A-klassa Íslendingur eða er alltaf að vinna eitthvað sko. Já, og minna Haukur þarf að, og Haukur er sá sem er mest sammálagur, hann þarf að vinna núna, sko. Hann verður að vinna núna í ár. Já. Sko, svo er náttúrulega tala menn alltaf um þetta að Basíl get ekki unnið dæmi og svo var talað um það í fyrra að það sé bara, var þetta rétt hjá Hrafni? Er það Sigvald allavega hana? Æ, ok. Ég átta mig sigraðan og Colin Pryor er bara að fara að vera svakalegur. Það er þetta rosalegt að hann sé með hæstu tölfræði allra Íslendinga í fyrstu deild. Ég bið bara alla íslensku leikmenn fyrstu deildar um að skammast sín fyrir sísonið í fyrra. Framlag. Já, framlag. Mætir yfir 37 ára gæi og með hærra framlag en þú. Með góð nýtingu, tekur frákvæmst, skora eitthvað stig. Stígur ekki feilspor. Já, þetta er bara, Bara svo eins og ég segi, þetta er eitthvað sem hinir þurfa að líta í spegil og bara svona aðeins að Mér finnst þetta mest Hugsa sinn sneaky gang. solid signið sem ég sé svona í þessum toppliðum. Veist ekki hvað hann er með í laun? Kannski er hann bara með geðið góð laun og þá er það ekkert sneaky sign. Eins og mér sé ekki fokk saman sem menn fá borgað. True. Ég veit hvað hann meina. Það er fægt. Já, Sko, eru þeir að fara að vera Íslandsmeistarar eða? Þeir geta orðið Íslandsmeistarar. Þeir eru í efstu hillunni eða. Hvað er, þeir eru eftir hillu, Já. bara no debate um það. Hversu mikil pressa er á þessu liði? hún er mikil. Og hún kemur mest öll að innan. Ekki Ég get alveg lofa þér því. Það er ætlast til þess að þetta liður er Íslandsmeistari. Er þetta óvinsælasta liðið í deildinni akkurat núna? Sögum. Öfunda hinir hvernig þeir geta verið að sæna þennan þjálfara, þessa leikmenn, Er ekki óvins eftir að hafa ekki komist í playoffs. óvinsasta liðið alltaf liðið sem var Íslandsmeistari síðast? Alla jafna. Mögulega. Ætli ég En þeir eru mest bara ofarlega. eftir að hafa verið að basla með það í fyrstu. Sko, það sem að ég sens, sko, strákar, það sem að ég sensa þegar ég tala við fólk, Já. hvort sem það eru á Suðurnesjum, í Breiðholti eða Garðabæ eða í Vesturbænum. Sko ég er með eitt lið sem ég er Íslandsmeistari. Bara Sem að hvað sér? Ég er með annar lið sem ég heldur Já, Íslandsmeistari. Komin á það setna. já, Emil Barja, ég veit. Já, takk. Sko, það er öfund yfir því að lenda í 9. eða 10. sæti með dýrt liði fyrra og geta hagað sér svona á markaðanum. Já, það er eiginlega já. bara pirringur að lið þaðan vogi sér að vera bara að gera þetta. Já. Og það hefur bara alltaf verið þannig. Þetta er bara eins og þegar að við svona einhvern veginn komum upp í fyrstu deild og fórum að fengum einhverja leikmenni á Væslasamningi úr Garðabænum og svo uppgötuðu þeir að við ætluðum með ekki að vera fíterklúbbur fyrir Stjörnuna og við vorum bara basically með leiðindi Já, og fólk skildu bara ekki hvernig við vogum okkur að gera það. Já, Ég held að þetta sé ennþá pínu þannig, skilur. Hvað, veist? Já, svo er ekstra pirringur líka að þeir stela alltaf Baldri skilur. Þeir stela þeim bara bókstaflega Já, og Baldur tekur náttúrulega eitt besta Evrópumann deild hann svo bara með sér líka. Já. Og hann reyndi að taka fleiri. Já, eðlilega skilur. Sko. Hann er ekkert að hugsa um hag Stjörnunar eitthvað Nei. fyrir orðið sínum persónulega árangri. Nei. Það verður óeðlilegt. Þetta verður bara mjög svona, ég held að þeir verði mjög góðir í byrjun. Ég held að það verði bara mjög gott Þú veist, já, en ég held þeir verði í fyrsta sæti mjög lengi og eflaust deildarmeistarar. Baldur kemur með liðið sín tilbúin, sko. Já, þetta er bara atvinnumenn sem þeir eru að taka þarna. Sástila, já, nei. Þannig já, skemmtilegt og skemmtilegur þessi dansandi banani þarna líka sem að Einar er búinn að setja inn. Álftanes er favorites að mati Einars. Ég líka fíla bara að það gekk illa í fyrra. Þá takið bara allan útlendingakatalógin og bara hreinsið það út, sko. Það er ekkert eitthvað svona ok, er drengur góður og Justin James er annar drengur góður. Þú veist, það er bara svona bara
allt og dýr með hvað hann var að skila. Já. En sjáu þið eitthvað hlutverk, þú veist, ég sá í slúðurinn hjá Davíð Elda, Dúi og Hilmir séu orðaði við einhver leið. Ég meina, segjum að þetta þarna sé byrjunarlið. Þú sé ekki orðað við Sindra, það er ekki sem að Hrafn er að halda inn í sér eða eitthvað. Sko, Basíl, Siggi P, Gasic, Haukur og annar útlendingur segjum að það sé sempul. Þetta er sturla gott lið. Ég held bara að þú og Hilmir, þeir eru ára eftir að samningi. Ég er ekki svo viss um að þeir segja bara, heyrðu, nú verð ég bara að drífa um eitthvað annað. Vist, af hverju ekki að taka þetta tímabil og aðtöku hvort ég verið Íslandsmeistari? Dúi fara alltaf að spila eitthvað líka, sko. En hvað, sjötti maður er þá einn útlendingur í viðbót, svo Colin Bryar 7. Sjötti maður er þið Siggi eða Haukur. Segjum bara að útlendingurinn sé, við erum með 6 manna liði tilbúið, skilur. Já. En Siggi eða Haukur, já. Númer 7 er þá Colin Bryar eða Dúi, 8 hinn. Og Hilmir er þá komin í það að vera 9. maður, sko. Hilmir verður 9. Hilmir getur ekkert verið 9. Hilmir þarf þá bara að fara í Ármann eða Sindra, sko. Já, hann ættir alltaf að gera. Hilmir er alveg góður körfubolta. Hann er mjög góður í körfubolta. Þessi lið hafa 100% líka verið í sambandi, ég neita að trúa þeirra. Ef ég væri með lista, sem ég verð kannski með eftir mánuð þegar ég tekur bannan þátt, bara eitthvað svona leikmenn sem að þurfa að leita sér að öðru liði bara til þess að halda áfram, þá væri hann númer 1 á hann, sko. Bara miða við bara powerið sem er núna á markaðnum í þessu liði, skilur. Já, en ég held, skilur, ég veit ekki, ég held að þetta gæti líka alveg verið ævintýri, sko. Ég veit ekki alveg, veist, af hverju liggur alltaf öllum svo mikið á, sko. Ég veit bara fyrir fakt, ég veit nákvæmlega af hverju Colin Bryar ákvað fyrir Álftanes. Skilur, hann gæti valið úr Hann liggur á, hann er 100 Já, ára gamall. en eins og hann sagði líka bara, veist, núna fer ég hef aldrei fengið að vera í liði sem er actual contender. Ef það gengur ekki upp, þá er svo ótrúlega auðvöld fyrir maður að taka skrifið tilbaka. Og ég hef verið að tala við nákvæmlega sömu fyrstöldaliðina næsta ári. Já. Ég held að Hilmir verði ekkert gleymdur maður eftir næsta tímabil. Nei, en, þú veist, ungi leikmenn í dag, þeir verða bara að fá að spila. Ef þeir ætla að verða alveg góðir. Og sér bara Kristján Fannar, skilur, hann er svolítið að vestlast upp alltaf bara hjá IR og náttúrulega út af meiðslum líka, en hann var heldur ekki að fá mikið að sénsum þegar leið á þannig, skilur, og stóð náttúrulega ekki undir þeim heldur. Og Hilmir er mikla hættu að lenda í sama pakka er. 9. maður í Álftanesi getur við ekki veðslega samning. Ekki það, ég efast reyndur að Álftanes verður að standa í rúlis. Nei, þeir eru ekki með yngri flokka til þess að fylla upp í æfingahóp. Það var aftur fyrst held að vera að skora 20 stig í leik, skilur. Nei, ég myndi bara vilja sjá hann í veikara úrvalsdeildarliði. Sjá okkur fyrir hann ekki í Njarðvík, skilur, eins og við oft talaðum. En þurfa líka, en þú veist, jú, auðvitað er örugglega gaman að æfa með geggjuðum gaurum og komast eitthvað langt, skilur, í play-offs og eitthvað, bara, ok. Þá skiptir hann bara eftir ár, fæn. Kannski meðast 2. Já. Allavega meðist 1. Allan að gera sig Grindavík og það var menn sem að gripu tækifæri þar. Heyrðu, allir saman það, setjum þá í... Aron, segjum að Hilmar púli Unnstein og tryggi Álftanesi sigur. Já. Eftir tíðanbilið. Er þetta right off tíðanbilið eða var þetta þessi virði? Ég Unnsteinn var hefur í pick-up á hann svíður á skí. Já, ég skil. Hann á ef einhver má svífa upp á skíi líka, bara prinsinn for the rest of his life. Já. Heyrðu, ef við værum að greita svona, þú veist, hreyfingar á markanum, þá væri þeir örugglega A+, þú veist, í dag, þú veist, þetta bara... Af 5 stjörnum væri 4 og við höfum eftir að sjá hvort þeir ná að fylla 50. Já. Eina sem stingur mig að Basíl. Já, ég var að byrja að segja þetta. Ég veit að það er svona stálliði. Það er svona, þú veist, auðvitað er að geða solid sæn og bara gegja leikmær. Þetta kom mér á óvart. Þetta kom mér á óvart. Bakur, já, þá kemur þetta með pínu á óvart. Af því að ég held að ef þú sér alltaf hina, þú veist, Baldur geti búið til svona einhverja gæða útgáfa af því sem hann gerði þegar að meiðslinn skutla á. Hann geti búið til svona gæða útgáfa liði þar sem allir geta skipt á skrínum. Og allir eru líkamlega sterkir og búið til svona mulningsvél. Ég hefði bara ekki sænað Basíl eftir... Ég hætti að stefna í svoleið, svo kemur Basíl inn og það er svona, ok, þetta er ekki alveg kannski fittið sem ég bjóstu að kemja, en jú, geggjaður leikmaður, skilur. Ég hefði bara ekki sænað Basíl. Held að hann sé bara að spá í park á áramótum. Ég hefði ekki sænað Basíl eftir úrslitaeinvíðið á móti Grindavík. Bara svona, what have you done for me lately? Bara síðustu 2 leikirnir þar og aðalega þessi ógeðslegi tapleikur á Sauðárkrók. Það er aðalega þessi síðasta leikur. Þá er ég bara svona, ok, þetta er ekki gæinn sem ég ætla að fara með inn í úrslitaseríu og undanúrslitaseríu.
Finnst ykkur, já, ég veit það ekki. Mér finnst hann ekki virka á mig sko gaur sem að kiknar undan álægi, sko. Nei, ég er alveg Góður í körfubolta, ósammála því, en hann lendi bara, hann var svolítið að reyna þarna í leik 4. Það situr bara svo mikið í mér. Hann var eitthvað að reyna og það gekk ekki og auðvitað stundur bara klikka maður skotum og eitthvað skilur. En einu svona sem að bara sagði fuck it, ég ætla ekki að tapa þessu leik, var Drún Gílas í þessu liði, sko. Bara þessi lið bara vaða skilur. Basíl var svolítið svona hlétraður að ég þóra að skjóta núna, við getum dottinir í 5 stiga mun þá skilur. Hann var svona, mann leiði svo að hann var í þessum hugsunarhætti skilur. Hann þorði ekki alveg að taka alveg af skarið 100%. Það vissi hann ætti að gera það. Já. Það var á tilfinningin þegar maður horfði á þetta. Mér fannst hann bara ekki geta sótt körfur þegar þeir þurftu körfur og mér fannst hann ekki geta stjórnað þessum andskotans leik þannig að þeir gætu bara sem lið fungerað á einhverjum hraða sem að hentaði þeim frekar heldur en gjörsamlega allir meiddi Grindavíkurliði. Kannski er þetta aðeins svo safe. Við veitum alltaf ekki hvaða fjórað útlíka þeir eru að bæta við, en kannski hefði þeir þurft að koma með einhvern, ekki alla bara sem að vera hérna aður, skilur, koma með einhverja bombu. Svo er það líka. En ef þetta er helsta gagnrýni okkur Álftaness þá er hún nú dræma. Já, ég held að Erfitt að gagnrýna þegar þú tekur bestu gaurinn á öllum liðum segi það, og ert með, þú veist, einn allra besta þjálfara deildarinnar ef ekki besta í, þú veist, þá er erfitt að gagnrýna. En þú veist, það er samt skemmtilegast að rýna í liðin sem eru búnir að sýna flestu spilin sín. Þú veist, það er erfitt að rýna í Njarðvík þegar við vitum ekki raskat um það. Og auðvitað á fólki getur finnst að vera einstaklega áhugavert ef þetta lið fyrir að ströggla. Já. Veistu, þá allt innu, munið hvað ég sagði? Já, ég sagði, En það er bara erfitt að sjá, alveg eins og Tindastóll í fyrra, þú veist, regular season og alveg bara þangandir í, þú veist, síðasta leik. Þú veist, þú ert með svo marga góða prúfen leikmenn, þú munt aldrei ströggla. Ekki for real, skilu, þú tapar kannski 2 leikjum í röð eitthvað, en svo ertu bara með það marga sem eru með betri leikmennum deildarinnar að þú vinnur bara flesta leiki. Ef þið bæta fjórða útlíkunum við, þá þolir þetta lið meðsli alveg betur en flesti. Og nú er Haukur einmitt komin í það. Betur í Stjarnan í fyrra til dæmis. Haukur er komin í það núna að honum er illt einhvers staðar eftir, þú veist, einhvern landsleikjaglugga. Hann þarf ekki að spila næstu 2 vikur. Nei. Það er alveg nóg af strákumanna og mönnum. Ég er ekkert alveg því bara ofboðslega mikill fanatik á Hauk-Helga og Bekkin skilur vagninum. Ég sammála þér, sko. En það skýtur ennþá meiri stóð að myndi það. Ef að þú vilt að hann geti hvílt þegar hann er meiddur, þá kannski ágætt að hann sé að hvíla úr því sæti heldur en einhver öðru. Colin Pryor að berjast fyrir hann í fjarkan. Það er enginn að segja að þó hann byrja á bekknum með að spila færri mínútur, hann geta ekki verið inn á lók leikja skilur ef hann er búinn að vera góður í leiknum og annað, þú veist, þannig að það er ekki svo að segja líka bara verið lélegur leikjum og þeir vinna þá sko. Ég er að segja það, var bara, þú veist, þegar hann var ekki on it þá voru þeir umulegir. Það vantaði bara fleiri góða körfuboltamenn sko. Herðu, ok. Þeir eru top tier. Já, 100%. Förum við næsta. Ætli það sé ekki KR búin að sýna okkur allt of lítið. Þeir halda Linnard sem var mjög stórt snemma og þeir hljóta að hafa bara sett allt sitt í það að klára það. Þeir halda öllum Íslendingum hinga til. Já, þú veist, ég hef haft Lars og Friðrik Anton hérna í áframdálknum. Það finnst bara að vera stórt fyrir það og Tóta. Það verður áhugavert að sjá. Ég nefndi bara að skrifa að því að þeir heldur bara öllum Íslendingum. Ég er að heyra að það sé einhverja blíkar lofti með Veigaróka og mögulega Orra Hilmars. Orri var enda komin í KVF. Orri var farinn svo sem. Já, þú veist, ekkert endilega þeir séu alveg að fulla liðum heldur þeir séu bara svona eitthvað að hugsa sig í gang bara almennt. Það fara bara í KVF og... Já, bara, þú veist, bara... Veigaróki er alltaf í golfi. Fara bara að lifa lífinu. Já, ég meina að þeir eru væntanlega báður átt að segja á því að, þú veist, þeir verða ekki í NBA úr þessu, en þú veist, sílingið er bara það að koma inn á sem 7. 8. maður í KR og það er bara ógæðislega mikil vinna hjá, þú veist, Veigar er geggjuðu formi. Ætla nú að gefa samt Orra Hilmars það, þú veist, hann er ekkert reynd í NBA, hann er samt alveg svona mid NCAA D1 level shooter sko. Já. Hann er skuggalega skýta sko. Já, en þú veist, þessi strákar fannst mér þessi 2 sko þeir eru í toppstandi, æfa alla daga og einhvern veginn svona, þú veist, veit ekki hvort þess vegna eru þeir endur hugsa lífsitt, skilur bara skiljanlega, hversu lengi þeir helga lífsitt þessu, sko. Fyrir mig vona ég innilega þeir sé ekki á leiðinu að vera full-time KF-leikmenn, sko, en það er nú bara ég, sko. Það er bara eigingirðin í mér. Báðir 2 væru bara frábært sæn fyrir bæði góðliði í fyrstu deild og líka þessi lið sem eru
Vantar fleiri Íslendinga í úrvalstild. Þeir eru bara í þeirri stöðu Stækka hópinn sinn, sko. í þessu KR. Veigar Áki geti léttilega að spila fyrir IR. Já. Hann enda mjög mikill íjarleikmaður. Já. Vill helst ekkert skjóta en elskar að berjast, sko. Já, ég meina. Sign him right now. Það er bara að vera, nú nokkur ára þetta KR, þessi árgangar svona, sem þeir eru allir svipagamlir og allir bara mjög frambærilega góðir sem byggja upp svolítið KF-lið líka. Þeir eru svolítið bara að berjast einhvern annan og það er ekkert mörg pláss í þessu KR-lið til að fá að spila. Alls ekki, Friðrik Anton hafði búið sér til pláss í fyrra. Já. Þá til að keypti útlendingi viðbót. Í fyrsta skipti lóksins sem Hann náði nú samt. hann náði að festa í sessi hann undir lokin. Já. Hann bjóð sér til pláss þarna, hann var mjög flottur. Það er leikmaður sem að, ég bara tek hatt minn ofan, ég get alveg sagt frá því núna, ég meina ég átti með honum einhverja 2 fundi og alveg svoleiðis, ég var svo sannfærandi, ég var að segja hann frá því að það veri alltaf rétt að hugmyndir að koma í Breiðablik og vera alveg þar fram yfir það að vera áfram í KR, en maður hikaði ekki í sekundu þegar maður hitt hann síðan núna á dögunum, bara að láta hann vita vá hvað það er rétt fyrir þér, þú búið til hamingju bara með að hafa látið þetta gerast fyrir þér. Það sem að ég myndi vilja sjá KR gera sem íbúi bæjarins þarna að gera ekki það sem við gerðum í fyrra að einhvern veginn býða með að sæna einn útlendingi viðbót þeir héngu allt og lengi á lélega pointgardinum sínum sem að við rákum eftir 1 leik og svo auðvitað rákuður hann í janúar skilurðu eða desember þegar að ég veit ekki, hann var búinn að fá 8 leiki viðbót til að sýna hans ekki nógu góður. Þeir vannmátu líka deildina. Þegar tóku hennan stóra strák sinn frá því árinu áður, þá bara vannmeta það hvað þeir voru að fara út í, sko. Hvað stór strák? Já, Vlatko Granic, já. En sko, ég myndi bara, að því að þeir eru með frábæran Evropani Linnars og svo eru þeir með alvöru góðan svona íslenskan kjarta, bara fullt af bara svona íþróttamönnum og svo eitt svona bara alveg A-klassa í Þóri. Fara bara í Lettlands elítuna. Ég myndi bara vilja fá, ég myndi bara vilja fá bara góðan kanna, Lettlands elítu, strax í, byrjun september og reyna að taka næsta skref, sko. Það var alveg skellur fyrir þá, bikarinn alltaf frábært að þeir unnan og svona fegrar svolítið tímabilið. Þeir hefðu þurft að vera ofar í deildinni í lok tíma. Þeir hefðu þurft að vera ofar í deildinni og þetta tap á móti Stjörnunni þarna á heimavelli var alveg bara smá tjók, sko. Já, smá, það var bara tjók. En setjum við þá í efri eða neð, setjum við í contender? Nei. Ég myndi setja á, ef þú ert með, ef við einföldum þetta, ef við erum með 4 3 liða hólf, þá myndi ég setja á þau í næst efsta hólfið. Frekar en contender. Þeir eru næst efsta. Ég er sammála. Þeir eru svona að hóta því að vera í contender hólfið. Sem er alveg merkilegt að við gerum það þrátt fyrir að við höfum ekki séð 3 byrjunarliðsleikmenn, sko. Ég meina, fyrir mitt leiti og fyrir hönd Funalindar 7, fyrir hönd þjálfara teymis Breiðabliks, við höfum gríðarlega mikla trú á þjálfara KFs. Ég er mikill Jakobsmaður. Já. Ég er svona Lindards, djúvill maður, lesblindur maður. Jæja. Heyrðu. Ég meina, þeir eru með besta básmundildarinnar. Já, algjörlega. Og svo bara, og Turbo sem er betri íslendingildarinnar og þeir er bara byggja kringu það. Einmitt, og svo er alltaf verið að tala, Þorvaldur Orri að fara að vera eins og hann var þegar hann var í Njarðvík. Er Lassa að fara að taka næsta skref, Friðrik Anton að fara að taka aftur næsta skref. Hvað eiga þeir eitthvað meira inni þessi gaurar eða eru þeir bara það sem þeir eru, skilurðu? Fyrir mér er Friðrik Anton bara frábær eins og hann er, sko, en auðvitað getur hann alltaf bætt sig, bara reynslu og... Þetta DFD-logo sem við með í gangi það. Einar, taktu þetta DFD-vídeó af hann að bakgrunnum hjá okkur, takk. Hann er byrjað að horfa einhverja bíómyndandinni. Sko, en þú veist, ég er smá þar með KR-liði líka. Ég myndi vilja sjá eina, af því að Leimanis, hann var alveg stjarnaskiluru. Hann var svona bucket getter. Hann var tjókurinn í Stjörnu. Ég hefði óbærslega gaman að horfa á Kanadera, en þeir geta uppkværitað hann. Já. Hann var bara svona force of nature. Skilur þú, hann gerði annarkvært eitthvað mjög slæmt eða eitthvað frábært. Ég var bara til að sjá bara Dwayne Lothier eða eitthvað. Eða Falco. Ég var til að sjá Falco í point og Tóta í twist. Það var geðveikt. Ég hefði bara vilja sjá, bara sem þjálfari Breiðabliks, ég hefði vilja sjá Gojko Sútsson hana. Já, eða það. Ég var til í bara svona eitt svona, eins og Álftanes eru að taka alla þessa gaura, þá væri ég til í að sjá einn svona gaur. Þeir gerðu mjög heiðalega tilraun í Luka Gasic. Já, ok.
Já, það hefur verið frábært sæn fyrir Já, þá. Ég er ekki sammála Gógó Sótsum. Ég nenni ekki að fá annan einhvern annan með Linnards. Þeir eru Mér geggjaðir finnst bara mér finnst með bara hann. Linnards ekki vera svona En af hverju ætlar enginn að taka Nei, mér finnst þið bara geggjað þegar að þeir spili ekki með Lurans. Myndið þið taka Giannis Agravanis í káður? Akkur ekki. Nei, ég myndi ekki gera það. Hann fittar ekki að þinn. Kannski fyrir Ég myndi alveg- En þið skiljið hvað ég meina Ég væri Þetta tala um körbóltalega eða bara Já, hann fittar ekki inn bara held ég bara sem karakter. Sko. kúltúrinn. Já, ég held að... Það sem ég held að KR séu að fara að gera Þú veist, þeir fengu ekki þessa gaurið sem að þú ert að nefna Luka Gasic og eitthvað Kannski hafa þeir reyndi fleiri Þekktar stærðir Ef að þeir mæta með þetta lið og svo bara 3 gaurar með fyndinab sem að verða allir bara svona fínir aðeins meir en fínir þá eru þeir bara nákvæmlega á sama stað þeir enda í 5. til 7. sæti ok, 5. 7. sæti kannski 4. og taka svo 8 leikja exit í 8 úrslitum sko. Það var svona semi-bomba að þeir skildu halda Linnards. Ég gerir ráð fyrir því að þeir gerða það snemma. Þetta var svona pínu svo þegar, ég er ekki að setja Káur og Ír í sama stærðaflokk. Það var samt svona svolítið stórt að Falko skildi bara ákveða snemma, herri, ég ætti að vera Ír næst. Já. Það var bara mjög, þú veist, mér finnst það stórt að Linnards var bara til yfir í Káur. Já. Það er Og ég bara held hóa að- stuðnismenn og allt bara sæna bara besta gæði frá orðinu. Og út af því að Linnards vildi bara strax fyrir Káur, þá held ég hans í Evróp, svona semi-general manager þarna. Og ég held að komi einhverjir lettar. Ég held að komi einhverjir eftir hillu. Hann er allavega með gott track record í að velja útlendinga. Hann Linnards betri en margir þjálfari deildinni. Algjörlega. Hversu stórt var það líka, ég veit að hann klúðraði svolítið í lok seríunar á móti Stjörnunni, en það munar alltaf engu að sá stóri hafi farið í stólana í staðinn fyrir Finnan. Já, Ég hugsa að það hefði alveg Hver pikkar Finnan upp? engin. stórmaður í KFG. Akkur þetta DFD-merki aftur bak við okkur, jæja. Heyrðu, nóg KR eða? Þurfum við ekki að sjá aðeins meira? Jú, Mér finnst þið bara vera bara svona ótrúlega mikið eins og í fyrra. Ég held að Friðrik haldi sínu. Ég er svolítið spenntur að sjá sko jafnvel enn grenri Lars Erik bara verða svona þristur fjarki. Mér langar að sjá hann taka annars skref. Hann er, þú veist, það er alveg mögulega er honum bara ætlað að vera undersized stórmaður, en það er ekki, þú veist, þá tekur hann ekki næstu skröfaferðin. nei. Ég veit ekki hvað ég spenntist fyrir með káar. Þeir voru óslega flottir, svona agað lið, en samt spila rætt í fyrra. það er vandamáli mitt að ég er bara akkurat núna ekki spenntur fyrir KR. Það vantar bara að sjá meira sem að verði spenntur. Ég væri bara svona, þeir tóku Dwayne Lott Já, og kannski Jacob Farko. kannski það sem ég byrjaði að segja á þann, þú veist, það var semi-bomba að Lena skildi vera áfram. Já, Það vantar alvöru. Það vantar eitt sæning sem að lætur fólk svona grípa andan á lofti. Já, ég vil tvo. ég var gaman að sjá hvað kannaði taka. Það fara aftur ykkur svona Bintur College, ódýrari, taka séns. Já, sem að gerir, þú veist, allt ágætlega gaur, eða bara svona all around gaur. Þeir tóku náttúrulega samt, þú veist, þeir tóku gæði sem hefði verið með 37 stemi allir fyrst til. Já. En hann var bara ekki Var mjög góður, hann var bara sko. ekki nú agaður. Það var bara ef hann var ekki, ef honum gekk illa, þá kom bara 4 sóknir í röð þar sem að hann varð bara einhvern veginn að Já, og líka, hann leysti vilt vandamál og hann gæti dekka stærri menn og svona. Og líka, En aðalega líka bara gera þetta strax, ekki vera eitthvað, fá eitthvað leimanisgaurinn inn, þú veist, eitthvað jólin og svo stóra kallin í janúar, bara, þetta er stutt season, þetta eru fáir leikir. Þú veist, ég ætla að tönglast á þessu að eilífu, þetta eru 20, hvað er þetta ekki, 20 deildarleikir? 22. það er Þú veist, ekki brenna 10 leiki í Alexa Júkovic fyrir greiðin sem er að mæta þarna í bjór og burger, sko. ekki að taka valsliðina. Nei, það er bara fucking disrespectful, sko. Herru, förum við næsta leið. Ætli það sé ekki bara Valur? Já. Nei, það er Keflavík. Sænuðu að mínu mati besta leikmann síðasta season, eða svona MVP allavega, regular season MVP Já. í Braga Guðmunds. Veit ég sem Braga maður hvort ég sé ánægður að hann fari til Keflavíkur. Ég er það eiginlega ekki. Mér finnst það vera rosalega áhugavert. Mér finnst það, Mér finnst þetta vera skemmt að segja sko. Mér finnst það vera mjög áhugavert af því að þú veist, þetta við höfum séð svona leikmann á munið hvað Hilmar Pétursson var ógeðslega góður í efstu deild með Breiðablik. Mér finnst Hilmar var góður í fyrra, en þú veist, þetta er bara svona aðeins annað ballgame. Skilur mig, núna mér langar að sjá hvernig Bragi er þegar hann er aðeins meira njörfaði niður, þegar pressan er meiri, þú veist, hann þarf að sína aðeins meiri aga. Já, og líka Hilmar var sko frábær með Breiðablik, hann hefur aldrei verið þessi pjúra skorari, hvorki við yngri flokka, þú veist, hann var alltaf svona með Hilmar Smára, jú, en þeir voru saman í flokk og hérna jakamlir, en hann var aldrei þessi svona skora, hann var miklu verið point guard. Ég held að hann fái meira
minni press á hann að vera besti Íslendingurinn í liðinu núna heldur en hérna væri fyrir. Nú Bragi svolítið að fara að vera Íslendingurinn sem persónuþungan og hann fær meira að vera hann sjálfur og ég held að hendi þessu lið óslega vel og það er gaman að sjá Braga fara í svona meiri contender lið að reyna að sína sér sann. Jaka áfram sem Íslendingur mér finnst það bara vera gott hjá þeim að halda Óla. Ekki það að pikka upp í Breiðablik sem mikill mælikvarði á styrkleika sem leikmann en mér finnst það líta ofboðslega vel út núna. Léttur á fæti og kröftugur sko. Hann er bara flottur skilur, bara fínn og bara vonandi bara heldur hann frá að bæta sig og vera góður. Einhverjar sögusagnir voru að þeir ætla að byrja bara með 3 erlend stöðugildi, ég veit ekki hvert ég kaupi það. Keflavík. Og maður heyrði að þeir voru að reyna mikið við hann Mirza Bilic en sá að horfa í To Bigger and Better Things. Bulic. Já, Mirza Bilic, fyrir ekki. Það er minn maður. Já, hann er mjög flottur. Það var svona einu útlíku sem þeir hittu í rauninni fyrir að þó að mér fannst hann hérna sem ég er búin að kalla alltaf Parsons sem fór í IA. Já, ég man ekki hvað hann heitir. Þú er alltaf leiðrétt mig. Já. Ekki lengur. Ekki lengur því að hann er ekki, þú veist, eftirminnilegri en það. Nei, en hann var samt alveg mjög fínn, skilur. Já. En hann var ekkert eitthvað algjört miss. Hann var fínn í En allan Hann myndi fitta betur við liðin að Braga Guðjónsinni. já, en Bílis var einu og þeir hafa verið að reyna við hann áfram en hann kostar örugglega miklu meira núna og svo framvegis, sko. Hvað er, þú veist, eru Keflavík að setja saman contender-lið, strákar? Já, það er planið, sko. Er það planið? Já, það er klárlega planið. En ég ætla að segja með Mirza, skilur, kemst ekki þetta fólk alltaf að vendanum að hæsti tjekkin á Íslandi, saman þó þeir ætli sér að fara í stærri og betri hluti. Sáti Ísland. Já, Mirza Bulic er pjúristi, strákar. Mirza Bulic er pjúristi og hann vill real basketball og komst að því að það er ekki hér. Þannig að hann er bara að fara einhvert þar sem hann getur sett 3 niðurskrin í sömu sókn og fengið svo að líti kringum sig á 20 sekundu á low post. Taka húk. Já, taka svo húk. Ég þekki alveg smá típuna sem hann er og ég held að hann hafi alveg bara svona, maður sá líka bara hann var svo oft eitthvað veginn svona frustrated yfir því hvað þessi gæja voru að gera. Bara spila balkanska. Já, en svo bara seðillinn hér, sko. Já, en þú veist, matarkarfan er ódýrari á Balkanskaganum, sko. Ég er aðdáandi, ég er mikill aðdáandi. Það var allir að tala um að vera svo pirrandi og eitthvað. Mér varst hann bara að vera að halda öllum accountable og bara... Hataði hann fyrst. Já. Ég hataði hann fyrst. Já, mér fannst þetta bara að vera passion guy, sko. Þú hatar náttúrulega þegar Arsenal skotstíl, sko. Hann náttúrulega fleir boltarum og svo er hann með... Það var, hann, já. Ég mitt. Elska. 90 gráður. Nei, ég bara, þú veist, hann var alltaf vælandi og svo var hann fauti og svo var hann með þetta fyndna hár og þú veist, bara elskaði hann gæja. Já, og mér fannst hann eini í þessu Keflavíkurliði fyrra sem var einhver karakter. Kemur Ekor aftur, já? Ólíklega. Ég veit það ekki. En já, hann var náttúrulega karakter líka. Minnsti PSG-gæi í heiminum. Já, minnsti PSG-gæi í heiminum. Búlis var samt. Rússneskur Ísraeli. Já. You don't give a fuck. En þetta verður bara mjög áhugavert því að hérna Bragi vill hlaupa upp og niður og skjóta og þú veist, liðin hans Danna hafa ekkert endilega, þú veist, liðið í fyrra átti að vera eitthvað svaka varnarjúnit og þú veist, í byrjun, hann talaði um það í öllum viðtölum fyrir að nú ætlaði eitthvað heldur betur ekki gera það sem við gerum með Pétur Ingvars heldur núna ætlaði að spila vörn. Þetta var líka... Gerði það fram hana. Já. Voru með hennar kanna, en þá voru bara vandrað með hinu helmingum. Og Keflavík var líka bara svo sár svelta af þannig leik, sko. Þeir bara, héldu ekki vatni til að byrja með bara þegar þessu varnarplan í boltaskrifu, sko. Nei, en þú veist, ég á bara eftir að sjá eitthvað lið með Hilmar Péturs og Braga Guðmunds hlaupandi upp og niður og svo kemur einhver kani sem að það líka sín 20 stig, sko. Fara að spila einhvern svoleiðis körfubolta, sko. Nei, mögulega þarf að breyta planinu. Þú veist, þetta Danni núna að fara að svissa í run and gun. Bragi Guðmunds og Yngvi gott tekið 40 skot samanleiki saman Daniel Love með 20 stig, sko. Já, en hins vegar var Bragi aldrei nokkuð tímann tekin út af í Ármannsliðinu fyrir 3 ömuleg skot í röð eða 3 varnarpleita sem hann var að chilla, sko. Hann spilaði bara 40 mínútur leik. Sko, skotin með alveg koma, en hann aðalega þetta varnardót sem maður þarf að horfa í með... Heldur þú að með Hilmar og 4 dýra útlendinga og Jaka Brodnik fái hann sama sóknarfrelsi og í Ármanni? Ég hef engar áhyggjur af sóknarleik Braga Guðmunds í þessu liði. Ég hef áhyggjur af því að hann fái ekki sama frelsi. Það er mögulega verða aðeins skilvirkari en kannski verður hann skilvirkari í skipulaðari sóknarleik, skilur þú? Mér finnst hann ekki eðlilega skilur fyrir fyrra, sko. Það var það. Ég að tala um, sko.
Fannst hann ekki skilja ykkur í fyrra eða? Í liði sem bókstaflega alla varnir, öll liði spiluðu vörnir på að stoppa hann. Það var ákveðið erfiðleikast í því. Ég held að Matti hafi rétt, ég held að það var rétt fyrir sér því að mögulega þurfa þeir að hraða aðeins á leik. Þeir þurfa að gera það. Þeir þurfa að hraða upp og ég er bara svona, ég er bara að vona fyrir minn mann að þjálfarateymi Keflavíkur er ekki að fara að gelda hann og taka hann út af og byrja okkur bara út af og bara segja við hann við ætlum ekki að fara að skjóta á fyrsta tempo af driplinu. Þá segi ég bara þegiðu, ekki þá sæna. Þetta lið þarf kannski aðeins fleiri possession á 40 mínútum. Ég held að Arnar Freyr verði þetta alveg, hann spila hann með nokkurnu svona gurum. Pass first point guard sjálfur samt sko. Það var pínu viltur samt sko. Svolítið. Ég geti putt hann eitthvað. Ég veit ekki, ég er bara að vona að hann fái áfram sitt listræna frelsi. Þetta er eitt af þessum... Er þetta kontenderliðið það? Nei, þeir eru með KR þarna í næst efstu þryggjarlega grúpunni. Sammála því, förum þá í næsta. Við höfum 3 lið eftir, búinir að vera klukkutíma á korter, þetta verður svona 90 mínútna þáttur og allir sáttir. Nokkuð vel að verka í staði. Förum þá í næsta lið, ætli það sé ekki Stjarnan? Nei, við höfum 4 lið eftir, god damn. Það er nú lítið að tala um hér, það er búið að selja alla. Búkerinn er með lausan samning. Já, og... Ekki búið að sæna neitt. Sko, áfram, allir hinnir Íslendingarnir, það er Kári og Kristó. Hjálmar. Ástór. Mér skilst einhvern veginn. Er Ástór áfram? Það veit ég ekki, örgulega. Hann hefur aldrei farin eitt annað. Mér skilst, ég er farin að halda mín helsta upplýsingaveita sé pick-upið í Smáranum. Ef það er 20 manns þá er nógaslöðri. Að það sé einhver svona óvissa bara hreinlega hver restin af leikmannhóflum er. Já. Því að auðvitað er það mikilvægt að vera með einhverja unga Íslendinga, skilur við, sem að vilja vera þarna og mér skilst að það sé ekki margir þannig eftir, sko. Nei. Sem að þýðir þá að tvíburarnir eru að leita fyrir sér einhverstaðar annar staðar. Já, ég veit ekki hvert þeir vilja fara. Finnur Tómasson sem að Finnur Tómasson sem náttúrulega gerði mjög vel í því að fara í Fylki og allavega sanna sig sem fyrstudildasóknarmann. Já, algjörlega. Hann er ekki að fara held ég að sitja á bekknum í efstudild með Val. Hvað þá þegar að Fylki er ekki lengur til staðar sem veslalið, sko? Nei, já, það er alveg rétt, sko. Það sem að ég er spenntur að sjá strákar því að þeir eru með Kára og Kristoffer Eikóks sem að eru byrjunarliðinu og eru A-klassa leikmenn. Búker vantarlega verður klár. Það er mjög stórt ef það er halda Búker. Maður heyrir að allir sé að reyna að sæna Búker. Ég held að hann sé bara með þetta nýja. Fólk er bara tilbúið að banka á þetta. Já. Hann er bara svona gaur sem gæti haltur komið inn á og klipið einhvern í púkin og sett eitt þrist og floppað og Steinar sagt, jú, þetta er mikill öðlingur og ég hef verið pirraður yfir því og þú veist, það geta allir nota einn haltan svoleiðis gaur. Þetta er mjög virðisaukandi leikmaður. Já, þetta er svona, þú veist, þú vilt hafa þennan gaur í liðinu þínu og hann er vinner. Vilja allir þjálfarar hafa eitthvað í kringu sig, sko. Hann vann með þessi leikmaður deildarinnar. Fyrir ekki svo lengur síðan. Þetta fara með hann yfir í hinn flokkinn núna? Já, hann var varmæntasti. Nú er hann bara búin að sína svona síðasta kannski 1,5 árið. Hann bara breyttist serían hjá þeim á móti Grindavík þegar hann dettur út úr hann. Já. En hann var ógeðslega vanmetinn. Það er mjög stórt fyrir Val að missa hann. Mér finnst miklu stærra fyrir Val að missa hann heldur en Álftanes eða Stjörnuna að sæna hann. Ég er að heyra þetta í fyrsta skipti. Er það sem sagt líklegt að Valur sé að missa hann? Kannski erum við samning og við erum bara eitthvað gjössamlega að tala með raskatinu. Mér myndi hann væri með 2 ára samning semst að því að hann var í sumarið fyrra var hann að tala af alls konar lið og sænaði Val á síðstundu ef ég er ekki að ruglast á sumurum. Þannig ég held hann að gera 2 ára samning þá en ég held að það sé samning. Mati heldur hann sé að vera að shoppa. Það kemur mér sko 0 á óvart ef að DeAndre Kane er núna að virkja sinn eigin Kobe Bryant að fá til sín leikmenn sem vilja berja sig. Já. Sko, það sem að Valur geta ekki gert ef þeir ætla að fara, ég læt Val eiginlega núna í 3. flokk, sko, ekki annan flokk. Eru þið ósammála að það? Ég er að reyna að muna. Ég hefði öðrum flokk, sko, þeir eru bara með, veldur svo sem alveg Búker þannig, en þeir eru bara með hana kjarna og kjarni er alltaf góður, sko. Mér finnst þið dansaðan á línunni. Þeir eru bara með 3 Íslendingar sem eru samt góðir núna staðfestir, sko, Kári, Eikóks, Hjálmar. Já, og ég myndi fara... Það er engin annar í þessu liði, sko. Það er Dwayne Lautier sagði í gangi þannig. Þarft ekkert mikið til að búa til gott lið þarna, sko. Kannski.
Ég bara veit ekki á hverju Kári, Dwayne Lautier. Hvað útlík var svona frábærarni fyrra sem þess bara eitthvað umbreyta þessu liði? Það var bara svona allt fínu útlíka. Marits. Já, þú veist, það er eini. Já, en þú veist Þeir eru mest upp úr, Enrico Maritz. Fertugur, en ég maður meina, ekki flokka það að vera Keflavík, sko. Ég enda unnið þér eina seríu með Herkjum á móti Keflavík, skilur við. Já, Og ekki eins og þeir hafi bara eitthvað farið í 8 leiki úrslitum, sko. voru í sériufundi grindi, hann glæði að missa út einn þessum betri mönnum. Já. Þeir gefa Þeir mátti ekki við að missa Þeir gefa alltaf öllum Misstu tvo meira að leiki segja. einhvern veginn. Þeir eru bara hard to beat. En þeir þurfa Ég man bara þeir strákar. þurfa að gera miklu betur Já, útlíka en þú veist, Já, það er bara þeirra stærsti ókostur. og fara í það snemma. Já, já. en það er snemma er samt bara búið, sko. Það er komin júlí. Þeir eru ekki að sækja Badmus, þeir eru ekki að sækja, þú veist, gaurina sem allir eru að sæna og þú veist, mörg ár voru Valur alltaf, þú veist, on the market með þessa gaura. Þú veist. Þeir eru ekki, Valur er ekki náttúrulega í sama launaflokki og Nei, einhverju þrjú- þeir eru ekki að taka þátt í sömu veiki og ríkustu gæjarnir. Þannig að ég, þú veist, þeir, ég held að þeir séu bara svona einhvern veginn verða bara fínir, sko. Tæknilega séð finnst mér þeir ekki þurfa þess. Af því að þeir eru með þessi Íslendinga. Það er alltaf bara bullshit. Ef þú þarft ekki að sæna þess að prúfa einhverja, þeir geta alveg farið í $6.000 kanna, skilur við. Það tala losun og vútsir, það tala bara dýrir, sko. Já, ég segi það. Þeir voru dýri, þeir eru að losa sig við þá. Heldur að þeir taki bara 4 ódýra núna? Nei, ég er bara að fara í miðlungsgöra, skilur við. Okkur ætti Kári eða Kristó. Á hverju ætti Finnur Freyr? Ekki að við sem að tala um $6.000 menn sem einhverja svona, Ja, þú veist, skilur svona við. miðlungs ég held að við getum fundið 5-6.000 menn sem eru jafngóðir eða betri heldur en 10, 11, 12 sko. Algjörlega. Já, en bara þeir hafa samt bara ekkert. Það gegja dæmið það, skilur við. leikmennir, en sko leikmennir sem þeir hafa verið að fá inn sem er ekki prúfen, hafa bara ekki getað raskat. Það taka einhvern Það lag. er kannski verið of Það er mikið stærsti laustur, skilur við. Það er bara útlendingamál. Ég bara svona, þú ert alltaf spenntari fyrir þessu liði, af því að þinn maður Kári er þarna og Hjálmar og eitthvað. Alls ekki. Einar er svona En þú veist, ég er bara- Einar á til að virkja þjálfaraperran í sér þegar hann er að horfa á valslið. Það er svolítið þannig. Þú veist að Valur hefur oft mætt í leiki og maður hefur einhvern veginn fundist þeir bara að vera meira smart heldur en hitlið bara og einhvern veginn vinna leiki og seríur þannig Sérstaklega sem hefur mikið með varnarlega. þjálfaran að gera eðlilega líka þeir eru alltaf með frábæra Mér þjálfara finnst bara, ég hef oft talað um þetta og bara varnarlega, hvað eru allir oft á sömu blaðsíðu einhvern veginn og funkar þessi lið og þeir eru ekki að taka svona heimskulega villur sem mörgli gera, brjóta réttum tímum, þeir svona einhvern veginn þekkja allir inn á hvern á að vinna leiki. Já, en þú veist, en svo bara fækkar alltaf í gamla bandinu, sko. Ég veit Þú veist, það er engin Callum og kannski fyrir eitt Booker og þú veist, þá er alltaf bara eitthvað 3 af 12 sem að kunna skipti. Ég vandalega að þú ert með eitthvað útlendinga eins og Missa Búlis og segir að pyrra þessu öllu sem kunni ekki grípa bolta í Keflavík. Þú ert að fá þannig gaura inn í þetta lið. Missa Búlins verður á fundinu bara, you want me to switch? I'm not switch. Ég held að Já, þú veist hvað er að tala um. Skilur, hann er bara, það er, Já, þú veist hvað er að tala um. það verður reyndar ómögulegt að vera með Mirza Bulic og Kristoffer Eikoks inn á sama tíma ég veist að þeir var samt báðið til í það Ég er bara að tala um að vanlega útlendinga gaurarnir sem eru, þú veist, þeir sem eru smart og kunna hverju og þeir eru að drullur Íslendingarna sem eru ekki nóg klárir já, þeim líður vel þarna. High IQ leikmönnum líður vel í þessu Ég er að liði, segja af því að þeir eru með agaðan körfubolta og mjög high IQ guard í Kára, 100%. Já. Plays the right way. Það er við samt ekki bara meira eitthvað krydd núna einmitt af því að Það er það sem ég er að segja. þessi smartgörar eru að verða árin eldri Já. þessna var ég svolítið spenntur því ég las þetta Dwayne Lautier Já, hérna gossip ég veit að hann er algjörlega anti við það sem að þeir eru mig. það segir allir hann svo leiðilegur. Er hann meina- leiðilegur? ég er ekkert að spá í því sko. ég er bara að spá í körfubolta fyrir því sko. Líka Tava Badmus var ekkert eitthvað besta fitt Nei, akkurat. en hann var frábær hjá þeim, skilur. Þannig að auðvitað er alltaf gott að hafa eitt valkart. Það er bara mjög gott að hafa mjög góða leikmenn. Já. Erum við að segja það? Það var búið. ef þú horfir bara Ég fann valkart, eitt svona viltan. ef þú horfir bara skilsettið og líkamlega hefleikana þá er Giannis Agravanis mikill valsleikmaður Ég vil vera gaman að þið myndi taka Janis og Dwayne. Þá er ég bara, næs, það er spennandi að fylgjast með hvernig allir þessir Ég bara misti líkur gaurar að spila saman, sko. allar minn standpinna fór Janis þegar hann var með 7 törnur í hverjum einasta leik, sko. Og ég held að ég er ekki vissum að Janis fái ekki hérna. Herri, förum þá í næsta lið. Valsarar þurfa að gera meira, vantar krydd, vantar eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt líka. Þannig að hendum okkur í, það eru 3 af kannski bestu liðunum í fyrra eftir. 3 bestu liðin í fyrra. Erum við sammála því? Já. Grindavík, Stjarnan, Tindastóll. Gríðarlega miklu breytingar í 2 raðum. Já. 2.
Grindavík, Stjarnan. Tindastól. Það er mikið breyting í Grindavík. Engin Mortensen, engin Sempúl. Engin Parko. Verður Mortensen ekki Ekki þessu stað. Mér var sagt að Mortensen er ekki áfram. Ég staðfesti allt hér. Það er ekki svíi, sko. Takk. Okay. Ok, já. Byrjum á Stjörnunni. Af því að það er alltaf mikil breyting ef að þjálfari fer. Þjálfari með sinn stíl og þú ert að fá Emil Barja, okkur þykir öllum væntumann fyrir utan Hrafn. Þóli hann ekki. Nei, mér þykir mjög væntum með Það er mjög erfitt fyrir mig að halda áfram að hata Stjörnuna þegar að það eru 2 leikmennarna og þjálfari sem að ég vann með en ég ætla samt að gera það. Nei, djók. Nýr þjálfari fyrsta sinn í meistaraflokk Kalla GG, búin að gera mjög vel. Sama teimi, það ekki? Nei, Lilja náttúrulega fyrir í Já, hann fyrir Þór. Ingi Þór með honum áfram. Samt furðum mikið af teiminu samt. Ég held ekki að Baldur myndi ná meira að því. Já, sammála. Ég sagði að hann reyndi að fá sjúkraþjálfarann. Sko. Ég kann ekki. Þetta kveitar hann. Gunnar Jesú? Já, það ekki. Já, hreyfifræðingin. Já, hreyfifræðingin. Það sem er mjög verðmætt fyrir Emil Barja og Stjörnuna, pointing out the obvious, er að halda öllum bestu Íslendingunum. Þannig að ég er ekki að finna upp hjólið þar. Já, en það er, þú veist. Og Sagan sagði líka að það var ástæðan fyrir að hann kemur þarna er að Íslendingarnir vildu fá hann. Þeir báðu hann sérstaklega. Hann getur kannski sýnt spilagaldurinn sinn. Ég held að það hafi verið bara. Getur sýnt spilagaldurinn sinn. Já. Það var bara mjög veruleg. Það var tension í gangi að þeir myndu að halda af þessum leiknum og þess vegna voru þeir hafið með ráðum. Ég finnst það að vera rós í hnapagat Emils að þessi leikmenn hafi kastað hans nafni þarna fram sko. eða þú veist staðfesta þeir vildu hann Já. Sko, spurningi mín til ykkar er Orri kemur einhvern tímann inn, við veitum ekkert hvort það sé janúar eða mars eða eitthvað. En þú veist, sko menn segja að sé frekar snemma sko, eða starflega fyrir en ég held sko. En spurningi mín er eftirfarandi. Hversu marga erlenda leikmenn þarf Emil Barja til þess að þetta lið sé contenderlið right away? Ef að, þú veist, þessi gaurar eru ekki áfram sem að voru, það þarf að sæna nýja gaura. Sko, Viktor Jónas. Já, vantar Viktor Lúðaninn. Hann þarf að... Hann getur alveg léttilega skila, hann þéttir hennar... Það er alltaf ekki búið að annánsa hann áfram. Nei, ég gerir frekar ráð fyrir að hann verði áfram. Sko. Ég líka. Hann þarf alveg 4, en eins og... Var ekki að villast vera hann að segja Hilmi, skilur við, í Álftanes. Já, ég held að þið þurfu ekkert endilega að stækka hópinu, ekki Bjarni Guðmann... Hefði þurft að stærri hópa haldi í fyrra. Já... Nei, það var allir hálf fótbrotni greiðin maður. Fórum með 6 leikmenn. 4 útlendingar, Ægir, Hilmar, Ægir var átt, Orri var átt. Getur ekki verið með 10 atvinnumenn á Íslandi til að spila 4 leiki, sko? Getum ekki verið með 12 world beaters, skilur ég. Ég var ekki að byrja það. Þeir eru líka með, þú veist, þeir voru líka með Viktor og Jakob sem eru bara í byrjunarliðinu í England. Ég vil bara að 20 leikmenn séu nú góður til þess að vera 9., 10., 11., 12. Sammála því. Og hérna En svaraði spurningunni, hvað þurfa þeir marga útlendinga? Þurfa þeir að fara strax bara í 4 útlendinga, annars eru þeir bara ófáir? Svarið er 4 árum út. Svarið er, heldur að, já, þú getur verið með eitthvað inside track þarna. Ég held að það sé bara djúpstæður pirringur í Garðabænum. Ég held að þeir ætla sér að búa til alvöru lið. Alvöru top tier lið, sko. Er ekki alvöru pressa þannig líka bara á okkar manni að þú veist, liðið er búið að vera mjög gott 2 ár í röð með Baldur, hann er keyptur burt, við ætlum að halda áfram að vera bestir. Það er eins gott að þú vinnir fucking Álftanes. Hann fær vantilega bara borgað í takt við þá pressu og bara allt góð með það, skilur. Ég þekkjandi Emil og þú líka. Já. Vitum að kannski hefur ekki alltaf mikið áhrif á hann. Er hann ekki bara salur? Hann er svona heilt yfir rólegur í flesti, sko. En þú veist, á sama tíma... En það er pressa á honum. Þú veist, þetta er fyrsta sinn, Algjörlega. A long way away from home. Algjörlega. Það er öðruvísi að vera einhvers staðar þar sem að þú ert ekki með neitt. Og bara, þú veist, ég held að við þekkjum það bara sem þjálfarar, bara í nýjum aðstæðum. Skiptir einhver máli hvaða aðstæðu það eru. Ég meina, hann er búinn að vera það sem hann er búinn að vera. Já. Svo ertu bara mættur, þú veist, í Ásgarð og það er allir að horfa á því og þú ert
Baldur gerði þetta svona, Baldur var alltaf mættu klukktum að fyrir Það æfingu. er 10-0 rönn í gangi 10-0 rönn í gangi frá Grindavík og það er allir bara að horfa á þau, veist, hvað er þetta að fara að gera? Já. Ég held að sé rosalega mikilvægt að hann grípi einhverja þannig aðstæður snemma á tímabilinu og algjörlega óneðir, sko. Já, og náttúrulega það besta til að svara allir þessu að standa sig bara skilur og vinna leiki og annað, sko. En ég held bara til þess, þá þarf hann alveg, það því ég hef heyrt eitthvað svona, þeir ætla að leggja á staði sísonið með 2 útlendinga. Já, maður hefur heyrt eitthvað svoleiðis. Hættu Það er ekki að fara að gerast. Hættu þessu. Bara, ef þú færið Jón Axel, já. En ef þú færið ekki annan styrmiða Jón Axel inn í þetta lið, það er bara eins gott að þeir mæti bara guns blazing, bara eitthvað svona, þið tókuð þjálfarinn okkar og eitt besta leikmann og við ætlum bara að vera contenderlið. Já. Er Styrmir ekki off the table þarna? Eða? Eru þetta bomburna 2 sem er ennþá svona ekki útilokaðar? Sem er svona að vera að velta fyrir sér hér og þar eitthvað. Já. En ég held að Styrmir verði alltaf fram úti, sko. Erum við ekki sammála því að þetta verði contenderlið, saman hvað gerist í raun og veru? Jú, það verður alltaf kontenderlið. Þeir eru bara með of góða leikmenn. Já. Nú erum við svona smá að falla á tíma, við erum að detta í 2 tíma bráðum, að fara í næsta lið. Ég held að við séum konum með 4 liða efstu hillu. Já, þú veist, það er þannig í dag. Hvað er 4. liðið? Álftanes, já. Álftanes, þú verður að hafa Grindavík. Ég ætla bara að grýta Tindastól úr því, þannig að hérna, Ok. þetta er ekkert mál. Þetta er ekkert mál, þú ert ekkert að fara neitt með eitthvað Þú mátt taka executive decision þar. Ég er tilbúin að ræða það. Ég er ekki lokaður. Ég er ekki lokaður að það. Svo er nú líka bara spurning hvað við látum Grindavík. Hendum okkur í næsta. Það eru 2 svona hottest topic eftir og þeir sem eru að koma á skjánum núna, ekki af áhyggjur, þið getið horta á þetta á morgun líka. Vá. Getur Við erum búin að uppa dótið mitt. ekki postað vörðpakkanum líka einhverstað? Sko. Þú getur opnað bara að skoða. Sko, það sem er stórt fyrir mér er að þeir resigni Taivo Badmus. Já, Já. það er langstæðist. Sko, svo náttúrulega fá þeir Ísak Víum sem að getur teiknað upp einhver einkarskerfi fyrir þá, loksins, sem hann lærði úti í pölten. Ég er búin að tilkynna það að það verður farið mikið í mannin og kent mikið töp Tindastóls í sumar. Nei, ég veitir, það verður mikið hjólaðið hann. Sko, D-Boost. Það er nafn. Það er nafn Það er helvítis og nafn. hann á helvítis feril. En núna þekkjum við það, Matti, við höfum nú rætt þetta svolítið. Já, Þú ert með gott auga fyrir því að meta sko hvort að hérna ferill er að súrna já. Já. eða þá að það sé ennþá eitt svona plató eftir í honum hérna. Ég veit ekki hvort ég er eitthvað svona með eitthvað sleggju. Komdu með eina sleggju. Ég sé hann ekki 100% verða völdbítir, sko. Nei. Nei, en hann er náttúrulega bossmann, sko. Já, en Það er það sem að... þetta er ekki 5.000 evru bossmann, sko. Nei, ég veit, en sko ég held að við pælum ekki peningum, sérstaklega kemur að Þeir skiptir náttúrulega engum málið þarna. Bara sem bossmannleikmaður með þennan feril og jú að auðvitað er hann að niðurlega allt það skilur, þá er þetta samt bara alveg frekar gott sæn, sko. Ég held að þetta sé ekki hugsað sem solid sign. Ef Heldur það er eitthvað að stólunum þá var það. Þeir eru allir of fucking solid. Já, ég var að reyna mikið í þryggjasta nýtingunars fyrst þegar ég var að skoða hann, að því að bara gardar sem komið til Íslands geti ekki skotið, þeir eru non-effective hérna, sko, alla jafna í úrvasteld og þessi er búin að vera að hækka þryggjasta nýtingunum sína í þessu declining-ferli og hún sætt fyrir að hækka og skotin verið svipuð. Hækkaði í hlutfalli við hversu sjaldnar hann fer fram í manninu sínu. Algjörlega skilur. En nýtingin hækkaði með það. En þeir þurfa ekki solid gæja. Mér fannst ég vera að horfa á hverja seríun fætur annar þar sem að þeir voru að spila við lið með þrengri róteringu af góðum leikmönnum og þeir voru einhvern veginn aldrei með lið á gólfinu sem ég fannst vera mikið betra heldur en liðið sem voru að spila með það því að þeir voru bara með skilja hvað ég meina? Já. Þess að það verður svo jafnir. Já. Ég er alveg sammála að mörguleiti. Mér finnst vandamál stóluna bara vera að með við áriði fyrra eru þeir ekki lengur með A-klassa Íslending, sko. Ræðið. Já, ég meina ég Er Gekks ekki A-klassa Íslendingur? Nei. Nei. Ég er bara hlutverkarspilari, bara svona B-klassa Íslendingur. Það ættir hann í flokk með Ægi og Kára. Nei. Ragnar er góður í annars konar hlutverki. Er ekki Ragnar Ágústsson sá sem að gæti potential í orðið
eða bara, þú veist, ef að þeir ná eitthvað að virkja Sigtrygg eins og Sigtrygg, fyrir 2-3 árum síðan, þegar þeir verða Íslandsmeistarar, þá Sigtryggur Arnar A-klassa Íslendingur sem Já. át og spott í landsliðinu. Já. Erum við sammála? Já. Veturinn í fyrra, komandi á bekknum og einhvern veginn bara svona decreasing value hans bara í liðinu. Já. Þú veist, Július Orri var líka svona svolítið kunstugt að fylgjast með því. Ég meina, ég elska gæðin, ég elska típun af leikmanni. Já. Kannski var þetta til marks um það hvernig hópurinn var svona uppsettur. Að mér fannst það eiginlega, þú veist, fólk var eitthvað gagnrýnir fyrir að vera að óta sér fram. Mér fannst það neyðast til þess. Já, það er alveg góð punktur, sko. en hvernig eru þeir að fara að fá? Ég meina, bústarinn er point. Martelius, já, er með það. Þú veist, hann er point. Svo erum við Július Orra, Geggs, Sigtrygg, Pétur. Þetta eru allt svona 1.83-4 gaurar. 1.90 gaurar, skilur við. Er Sigtryggur staðfestur ára? Mér skilst hann sem er samning og bara ain't leaving. Það var svona, rættum við fyrra með hæðiliðsins oft. Með Geggs, Sigtrygg, Pétur, Basíl, Július Orra. Bóst kannski leysir það einhverju leiti. Bóst er hávaksnari Já, og bara point guard heldur en bara Basíl. alveg helst deildum að kann að spila vörð, sko. Þið sjá bara hvernig Kane er, þá hann hefur alltaf verið náttúrulega góða vartamar alltaf, en ég bara efast ekki að sá hvað ég geti spila vörð nefn enni. Ég vil spila Badmus sem fjarka. Ég held að bandarækjumæður þarf bara að vera tvistur, þristur, bara sem að tikkar í öll fucking boxin. Skilur við bara Drungilas í Bosman. leiftalandi sóknarmann. Bosman. Já, ég bara... Viltu setja Drungilas á bekkin? Mér finnst þetta bara strákar... Ég spila 30 mínútur leik, sko, en menn tala þess að það sé ekki hægt, sko. Mér finnst þetta bara dysfunctional, sko. Þú ert með 2 gaura þarna í Drungilas og Deboost, sem er sko Ásinn og Fimmann. Þeir eru báðir kortir í fertugt, sko. Og annar þeirra að það er búið að segja það bara að hann geti alls ekki spilað, þú veist, eitthvað meira en 24 Mér finnst það mínútur. bara kjafta, sko. Og svo ertu með Deboost sem er með 5 stig í Dóminíska lýðveldinu og spila 13-17 mínútur leik. Þú veist, hann er með helmingi færri stig og mínútur heldur en Stephen Verplanken í Dóminíska lýðveldinu, sko. Er Drungilas að biðja með þessar kvildir? Held ég ekki. Ég held ekki. Ég greip eitt, ekkert gagnrýni þannig. Jú. Jú, endilega, höfum það svolítið. En muniði þegar að Jói fannst mér svolítið svona vogaða ákvörðin þegar hann hvíldi tók sampul út af þegar voru að nálgast lokin á leiknum fræga. Já. Baða hann ekki að skipta ykkur? Jú, en allavega stólarnir eldu. Já, og tóku Drungilas út. Já, það var að því að Drungilas reyndi að hálsbrjóta Pargo og hann var þvílíkt skammaður fyrir það á bekknum. Ég hefði bara verið með hann inn á bara eins og bara risa í Hvítalandi. En þeir skömmuðu hann eins og einhvern krakka á bekknum og sett hann í straff. Já, því að hann hefði alveg getað dekkað, þú veist, Kristoffer eða einhver. Já. Bara og svo verið svo algjört problem sóknarlega. Algjörlega, við erum svo búin að Ef á Tindastóll Arnar Guðs þjálfaði sig með fullur ykkur fyrir yngurlögþjálfurum í yngurlögsstarf í þessa seríu og já, þannig var það. Sko, mitt take á þetta dæmi er núna að ef að Tindastóll tekur rulluspilara kana í svona þrist fjarka sem verður einhvers konar gerir allt ógeðslega vel úr einhverju ógeðslega hárri hillugaur. Þú veist, þeir taka einhvern $18,000 kana sem er geggjaður í að taka 12 fráköst og skora 8 stig og getur skipt dekka alla, þá er þetta lið bara ekki nógu gott, sko. Og gessur að trompast. Þá er þetta lið bara ekki nógu gott. Þeir þurfa bara einn gaur sem að mætir þarna og er bara langt fokkin bestur í þessu lið. Ég vil fá bara svona einhvern 6-5, 6-6 væng sem getur tekið boltan upp, skilur mig, og getur skotið honum og getur bara brotið línur og við farið upp í hring. Ég sagði þetta Michael Jordan. Ég sagði Steinar Svona litlar ágjur á þessu liði, ég skil ekki hvað hatrið þetta er, sko. Ég hef ekkert ágjör á þessu lið, en þetta lið er bara sett saman til þess að vinna titilinn. Við erum að ræða kannski þessu lið öðruvísi heldur en Njarðvík og IR, skilur við. Já, en þú veist, ég á bara eftir að sjá Deboost hvort hann sé actually svona lélegur. Ég er ekki að segja hans í lélegur, ég er að segja bara Ég er ekki að segja Ég er að segja að Nei. þegar þetta lið fór inn á völlina móti Grindavík þá voru lang bestu 2 og eiginlega 3 með sempul. 3 bestu gaurarnir voru í hinliðinu. Ósammála? Já. Akkurri? Visst Drungilas betur sempul? Hættu þessu ekki í dag. Hann var ekki betra honum saman. Þú getur ekki sagt þetta. En samt þegar hann tók sér til, það var það. Þú getur náttúrulega ekki sagt þetta eftir úrslitaleikin þar sem Sempul var 27-17, sko.
sko, Badmus var bara svo lélur í þessari seríu í fyrra að það er eftirminnilegt en Tímabilið skiptir ekki máli þegar þú ert að reyna að vera Íslandsmeistari. Ég er alveg með Steinara þar samt. Mér finnst vera helviti hart að taka það úr efstu hillunni. Hvernig ætlið að taka út þá? Þið viljið bara hafa 3. Ég er að biðja um ég vil aukalið. hafa 4. Nei, það má ekki. Það má ekki vera 4. Nope. Og við erum með Altanes. Takið 1 lið út. Takið Ok. Grindavík út, eða? Við erum með Altanes. Já, Skoðum Grindavík. átó. Ok, skoðum Grindavík og ákveðum svo Þetta er á hvað... milli Tindastóls og Grindavíkur. Já, sem að spilaði úrslitin. Þannig að við setjum Stjörnuna Og Altanes. og Altanes átó í fyrsta hol. Já, Og svo þurfum við að ræða núna hvort við tökum Grindavík eða Tindastól. og fólk þurfa að halda að ég hati Grindag ennþá, eitthvað meira. Ég set Grindag Það alltaf. eru, lokum þessu á því að skoða Íslandsmeistarana. Sko, það sem að þeir gera, strákar, er að þeir annánsa alla íslensku gauruna frekar hratt. Já. Unnsteinn má líka vera þarna á þessum lista, Raki Braga, Kristófi Breki, Arnór, og stórt að halda Arnóri og veist, eftir einhverja smá kergju þarna og Er unnstætt áfram með það? Vistu þið bara áfram? já, það er búið að annánsa það. Hann er Ég búin bara spyrir það. Only one more year. Við vorum að tala um það áðan. Kane er áfram, það er búið að segja það. Já, Ég setti Daniel Mortensen hvergi þarna inn þó að mér hafi verið sagt að hann sé ekki áfram. Ég heyrði einhverja sögu að því að það veri fólk að gera sér vonir passa já. og þá er hann áfram að gera þetta. Passarnir góðu. Ná. Sko, En Geggs náttúrulega leið og hafa byrjað að tala um Davíðs Geggs í fyrsta pólitíska hlaðvarpinu. Þá fengu allir hinir sem áttu sannarlega vegabrifið skilið að gjalda fyrir það. Stefán Einar var til þess að engin fleiri útlendingar í Körfbólt Íslandi fái passa aftur. hversu stórt er fyrir þá ef að Sembúl og Pargo er ekki áfram? How big of a loss? Sembúl finnst mér að vera stórt. Já, já, það er mjög stort. Sembúl er alltaf bara fyrsti stóri maðurinn frá því að Deandre Kane kom til landsliðsleiku sem að hann sætti sig við. Sko. Já, Og líka, fyrirgeðu, fyrsta fimman bara í Grindavík og Mortensen er ekki fimma sem getur eitthvað. já, já. Bara frá því ég man eftir mér. Já, já. Já, Við vorum með Jókits þarna sem var einhvern tímann í fyrstu deild og Lagio Svo var það samt og... eiginlega þannig að Ferris Watt. þeir sýndu af sig einhverja veikleika og það voru þeir líka bara jarðaðir. Ég held að það hafi ekkert endilega verið að vera að lifta þeim eitthvað upp og eitthvað, reyna eitthvað að aðstoða á vísu. Sko. En fín byrjun, enn og aftur, ræðst mikið á útlíkunum. Við vitum alveg að Grindavík er að vera að vesla, þeir eru stóru. Sko. já, er það ekki það? Það er bara ekkert rosalega mikið sko af... Ég veit að það er ótrúlega vinsælt núna að hata Daniel Mortensen því að hann var haltur í playoffs. Við höfum rætt það svolítið. En það er ótrúlega erfitt að finna fjarka og fimmu sem eru jafn góðir bossmenn og Sembúl og Mortensen sem eru prófin í deildina. Þú bara finnur það ekki. Þegar við erum bara að Grindavík, ég fekk eitthvað svona, ég var að muna. Vorum við áðan með Styrmi og Jón Axel ennþá sem svona... Free agents. Ég er held ég að heyra að Jón Axel hafi verið að sæna á Spáni. Já, það er bara mjög líklegt, skilju. Ok, það er stórt því að hann var linked to Grindavík. Það ekki. Liðan sér sér uppi, já, en hann sé að sæna hjá einhverju öðru liði. Já. En, veist, þetta er ekki faktað. Nei. Fögnum því, eða fögnum við ekki, veit það ekki. Já, við fögnum því ef satt er. En það veri, veist, þeir höfðu klárlega farið alveg með öll chipininn til þess að ná honum, sko. Já, líklega, sko. Það veist, jú, maður alltaf halda það. Sko, Kane mun finna einhvern geggjaðan kana sem að kemur þarna og það er auðvelt eftir að Pargo var þarna Já. að segja við einhvern alvöru böll Jeremy Pargo var þarna og þú veist, við borgum svona mikið og við erum Íslandsmeistarar. En það fórum ekkert yfir slúðri sem maður var búin að heyra með stólana og kanna þeirra. Hvað, já, Jordan Bell. skilta þessi kjaftaði. Já, ég held að skemmta það líka. Það er einhverja ekki típan sem er þörf á núna. En þetta er bara sem maður er búin að heyra að öll lið er að fara að skoða núna hvaða leikmenn hafa átt NBA-feril. Þeir taka einhvern alvöru gaur í Grindavík. Ég hef engar áhyggjur að því Vandamálið verður Osmanstól. já, og tveir ef að Mortensen er ekki að fá passa og þeir halda honum ekki. Já. Þeir þurfa út helst. Bara point guard kani verður ekki vandamál þarna. Nei. En þú veist, ég skil ekki af hverju þeir kláruðu ekki Jordan Sembúl kvöldið bara þegar þeir voru sippin kampavinn, sko. Mér finnst það galið.
Run it back. Þú veist, borgaðu hann bara $3,000 meira. Þú ert að fara að eyða því bara í flug og umboðsmenn fyrir þess að 3 þrotamenn sem þeir finna í staðinn. Bara munurinn sem að hann hefði kostað, sko. Stundu þarf maður bara að eyða til þess að græða, sko. Ég meina, þeir voru hérna með svona eitthvað blueprint í höndunum og þeir eru ekki með það lengur. Já. Nei. Það sem er ekki gott. Kemur óvart að Íslandsmeistaralið með budget nái bara að halda einum útlending af 4. Eða vilji nái. Aðstæður Pargo eru náttúrulega sérstakar. En þess þá heldur, fattar þau? Ok, Pargo er off the table. Já. Klárum allavega Sempúl með Kane. Og þá þurfum við bara innan gæslappa 2. Ætlaðu að taka þetta lið frekar en Tindastól úr topp 4? Já. Sammála Hrafn. Vestlað er ekki bara þannig að þeir verða heldur góður, eða? Sko. Arnór verður frábær. Raggi með sjálfstraust. Nú ætla ég að segja eitt. Ég verð bara átvótaður, það er allt í góðu. Ég er með Stjörnuna í 4. Já. Mér finnst bara Hilmar, Ægir og Orri, sko. Ég get ekki sett það í 4. sæti, sko. Orri er samt átþangað til í jól, sko. Já, en og við vitum hann er bara svo við góður, vitum ekkert útlendingana sem eru Það leið. eru basically 2 gaurar að nánst í Stjörnu. Ég ætla að Hrafn er búin að samfæra mig. Stjarnan í 4. Orri var MVP í deildinni þannig að meðist, sko. Ó, mjög góður. En ég menna þú veist, þá bara er það bara geggjað ef að þeir bara fleia þessi í grillaða mér, sko. Ég ætla að fleia Emil Barja í svona, hann er með besta liðið í flokk 2. Hann dansar hann á línunni Já. og Grindavík er hann að hinum með línunni, held ég. Já. Ég er að gera mitt besta, ég er ekki svona pæli í Emil, en bara með þessa leikmenn sé ég ekki hvernig Stjarnan á að vera. Þeir eru bara með 2. Já, þeir verða með 3. Við erum ekki að tala um bara hver verið Íslandsmeistarar eða? Bara besta liðið. Bara flokka í flokka. Já, besta mannskapin, skilur sem við okkur finnst líklast til árangurs. Já, ég veit ekki. Fyrir mér er það Hilmar, Ægir, Orri, sko. Ég meina, þeir ég er alveg til í að lúffa með þetta, skilur mig. Og Bjarni Guðmann, ég vildi bara kasta þessu út í kosmosi. Já, ég skil alveg hvað þeir að fara, en ég er bara ekki sammála. Ég held að stólarnir verða í tómi tjóni og ég set þá í 4. sæti. Ég var bara breyta áttur. Ég var að fatta að þeir eru með fullt af gömlum gaurum og Ísak Víu mætir þarna eitthvað með fullt af einhverjum skrýttum áherslum eftir Austurríkja dvölina sína og Allt annars Grindavík Stjarnan er bara sexy þrenna, sko. Á ekki eftir að leysa eitthvað úr þessu Kane-máli eða er ég bara að reik þar eða? Já, svo er náttúrulega Kane eitthvað handtekinn, já. Nennum ekki pæli því, hann verður alltaf mættur hérna. Ég veist bara hvað er þetta hásegt. Hann skuldaði eitthvað, man ekki, 13 milljónir íslenskra króna, hvað, $100 eða eitthvað? Einhamar hlæra því. Já, vissulega. Heyrðu, er eitthvað að lokum, strákar? Við erum að detta í 2 tíma. Frakkar eru 1-0 yfir. Ætlum við að fara eitthvað meira eða? Ég held að sé bara ekki, þú veist, ég var fullt af dóti en það við bara verðum að taka Erum við ekki pushing it núna hérna, með áhörundur og Við viljum ofmat að taka kortar umræðum hvert einasta lið í 30. júní. En hérna, já, bara takk fyrir í kvöld, strákar. Já, það var nokkuð gott. Já. Takk hjá að vera mér bara. Gaman líka að fá Hrafnina. Já, frábært. Nú bara fá feðgana. Glaður að vera ekkert pumpaður fyrstu þetta mál. Nei, ég láti alveg vera með Er slögt á okkur það? Veit það ekki. Heyrið ekki nei? Er slögt, Einar? Woke up this morning. Yeah. You got yourself. Yeah. Got yourself.